Góðan dag, kæru sveitarstjórnarfulltrúar, starfsmenn og áheyrendur. Ég býð ykkur velkomin á fund númer 231 hjá sveitarstjórn Borgarbyggðar og segi hér með fund settan. Forseti ætlar að byrja á því að fá að bera upp til samþykkis að breyta fundatíma en venju samkvæmt það eiga fundir sveitarstjórnar að vera á fimmtudögum klukkan 1600 en eins og við vitum að þá miðvikudagur í dag og klukkan 1600. Gera einhverjir fundamenn athugasemd við þessa dagsetningu? Nei, þá telst það samþykkt og engar athugasemdir við þennan fundatíma. Takk fyrir það. Aðalmenn á þessum fundi eru Davíð Sigurðsson, Lilja Björg Ágústsdóttir, Eva Margrét Jónudóttir, Eðvar Ólafur Traustason, Thelma Dögg Harðardóttir, Sigurður Guðmundsson, Bjarni Bjarnadóttir, Sigrún Ólafsdóttir. Já, ég ekki búin. Í fjarveru Thelmu Daggar Harðardóttir Brynja Þorsteinsdóttir varamaður. Einhver frekari athugasemdir? Nei. Starfsmenn fundarins eru Stefán Broddi Guðjónsson og Flosi Sigurðsson sem ritar fundargerð. Þessi fundur ekki nema í 50 dagskrárliðum, þannig að það ekkert að vanbúið að hefja dagskrá og venju samkvæmt fyrsti dagskrárliður skýrsla sveitarstjóra. Gjörðu svo vel, Stefán Broddi Guðjónsson. Já, forseti, sveitarstjórnarfulltrúar, aðrir ágætu íbúar og aðrir áheyrendur. Það bleikur október mættur til leiks, Skarðsinn samt hvít, Baulan og Hafnarfjall og Tungukollur grá í toppinn, Eiríksjökull alhvítur. Þetta nú fallega útsýni sem að blasir við okkur hér úr þessu héraði. Mikil verðmæti fólkin í því, lífsgæða fólkin í því. Ég var á Ísafirði reyndar síðustu helgi og þurfti að skalla vetrarveður á sunnudeginum og það styttist í að vetur gangi í gard hér sunnan heiða, pínut á persónunótum til að byrja með. Minn elsti strákur formulega fluttur að heiman og farin að búa fyrir vestan, fjölskyldan fór vestur, mála, flytja, skrúa saman húsgögn og svona, heilmikli flutningar af íka húsgögnum vestur, en heilmikið nýtt líka af gömlu og það er gott. Þetta er dálítið tímamót en gangur lífsins og það er gaman að fá tækifæri að taka þessi skref með krökkunum, auðvitað ekki öllum gefið að fá það tækifæri og það er dýrmætt. Svo auðvitað hugsa maður að svo mun strákurinn auðvitað fara að finna fyrir því að þurfa að borga af húsnæði, tryggingum, fasteignagjöld, rafmagn, hiti, nettenging og allt þetta. Allt þetta sem við svona rótgrónu húsnæðiseigendum mörg hver þekkjum. En ég hugsa líka til þeirra sem í svipuðum sporum og í öðrum löndum núna þegar styttist í veturinn og bara hversu ofboðslega mikið lífsgæði eru fólgin í því að í jarðhitanum og orkunni sem heldur okkur hita og knýr samfélagið og hversu varin við á Íslandi erum fyrir þessu gríðarlega hækkun á orkuverði erlendis sem að leiða af sér bara verulega rýrnun á kaupmætti almennings og kannski efnahagslega áhrif sem við munum kannski svona finna einhver leyti fyrir þegar líður á næsta ár kannski. Þetta jarðhitinn og endurnýjun orkan dæmi lífsgæði sem hafa snarhækkað í virði síðustu árin og nú ekki að tala peningrænt virði heldur bara virði svona í samfélagslegum skilningi. Auðvitað má sama segja svo margt annað sem að Ísland býður upp á, ósnortið land, óbyggðir, matvælaframleiðslu, möguleika á nýtingu á orku og jarðhita til að tryggja matvælaöryggi og þá auðvitað tækifærin í ferðamennskunni. Og ef þessi tækifæri til staðar á Íslandi þá eru þau svo sannarlega mikil hér í Borgarbyggð. Það gott að hafa það í huga fyrir okkur sem erum að horfa þegar við komumst upp á dægurþrasn og horfum dálítið lengra fram á veginn allt það sem við höfum og alla þá frábæra möguleika sem að þetta dásamlega svæði okkar býður upp á. En nú haldið kannski að þetta sé einhverju aðfarorðin í vindorkuumræðum, það ekki. Ég heldur reyndar að byggðarráð hafi fangað bara býsna vel sín sveitarfélagsins með bókunni síðustu virði og það kannski bara í fyrsta lagi, bókunni síðustu viku, fyrsta lagi að hagsmunir íbúa verði hafðir að leiðarljósi
öðru lagi það bara vantar lagaramman og hann í mótin og þegar lagaramman kemur þá treystum við á það að sé tryggt að sveitarfélög og nærsamfélög njóti góðs af ávinningi ef kemur að nýtingu. Og þessi forsenda þarf að liggja fyrir áður hægt að leggja mat á kostin með hagsmuni íbúa Borgarbyggðar og líklega íbúa þeirra svæða sem verið að skoða þennan kost í huga. Nú kannski bara að því sem við erum að brasa í hérna á starfsstöðum sveitarfélagsins, auðvitað það mjög margt og kannski fullt sjálfhverft að mér að tala hérna þann litla anga af starfsemi sveitarfélagsins sem fer fram akkúrat á skrifstofunni kringum mig, því starfsemi sveitarfélagsins fer auðvitað fram í skólunum fyrst og fremst, í leikskólanum, félagsmiðstöðum, íþróttahúsum og svo framvegis. En það má kannski segja að fjárhagsáætlun núna í fullum gangi. Forstöðumenn stofnana eru smám saman að skila af sér áætlunum fyrir sínar stofnanir. Svona á næstu vikum munu þau síðan kynna þær áætlanir og árið framundan og fundum með byggðaráði og síðan með sveitarfélagið og sveitarstjórn. Halda áfram með verkið. Og því miður nú stundum hlutskipti okkar, kannski öfundsvert hlutskipti, en samt að hlutverk sem við erum annaðhvort valin eða kjörin til þess að sinna, að hérna setja ramman fyrir stofnanirnar og fyrir sveitarfélagi í heild sinni, sem því að stundum verðum við að draga væntingar niður og vera með aðhaldið á lofti. En þetta samræð og samtali gríðarlega mikilvægt fyrir alla þá sem koma að ákvörðunartökunni og fyrir stofnanirnar sjálfar auðvitað. Þetta er mín fyrsta fjárhagsáætlun, þannig að svona í þessu hlutverki, þannig að ég hef mjög margt að læra og kannski eitthvað fram að færa sömuleiðis. En ég viðurkenni þetta vel að ég held að nýtt ár verði nokkuð krefjandi fyrir rekstur sveitarfélaga landsins og þar verður Borgarbyggð ekkert undanskilin. Bara svona dæmi, skuldir sveitarfélagsins eru jú að langmestu leyti verðtryggðar og það hækkar hratt í núverandi verðbólgu. Og svo eru laun auðvitað langstærsti kostnaðarliðurinn og þó vissulega hækki útsvar með hækkandi launum, þá það svo að veruleg hækkun launakostnaðar hefur á óbreyttu neikvæð áhrif á afkomu sveitarfélagsins. Og svo auðvitað öll aðföng sveitarfélagsins hækkaði verði, þannig að þetta getur orðið svona krefjandi vetur en það bara viðfangsefni. Svona fyrir okkur í rekstrinum. Nú á síðustu vikum hef ég fjölmarga sveitarstjóra og sveitarstjórnarfólk og mér finnst alls staðar sama upp á teningnum. Það þarf að gæta aðhalds og áhyggjurnar sínum sömu, svona verðbólgu, hækkandi vöxtum og hækkun á kostnaði sem veldur svona hugarangri. En þannig að við þurfum kannski að hugsa hvernig við getum gert hlutina einfaldar og kannski meiri skilvirkni, þannig að við höfum þá meira svigrúm til þess að ráðast í fjárfestingar og viðhald sem víða þörf á. Við ættum að vera opin fyrir því að selja eignir sem ekki nýtast okkur sem skyldi og við erum ekki að viðhalda þannig að sómi sé en auðvitað þurfum að hugsa fyrst og til þess að einhverja slíkar aðgerðir styrki þá lífið í sveitarfélaginu. En nú svolítið endurum á það sem hefur komið fram í til dæmis í bókunum á byggðarráðsfundum. Nú ég funda með þingmönnum og fleiri sveitarstjórnar og margt sveitarstjórnarfólk hefur gert því sama. Ég ætla að tína samt til svona eitt mál sem að ég og svona við hjá sveitarfélaginu held ég að höfum sett á oddinn í þeim samskiptum, þá eru það heilbrigðismálin, fyrst og fremst skortur á læknum. Það að þokast í rétta átt, en þetta hefur verið viðkvæmt ástand og í það heila hefur bara mjög langþreytt á þessu ástandi. Þetta lífsgæða og öryggismál og við reynum sem við getum að þrýsta á ríkisvaldið að koma þessu í samt lag. En auðvitað komum við að samgöngumálum, fjarskiptamálum, orkuflutningsmálum og dagskrá og margt fleira. Hins vegar svona, þó ég sé með pínu svona varnagla og pínu ágjör svona af afkomu horfunum í rekstri sveitarfélaga almennt á landinu og þá sjáum við það að það gleðilegt að í langflestum tilfellum þá staða íbúa og fyrirtækja í Borgarbyggð nokkuð vel viðunandi þessar mundir. Atvinnuleysi svona við tökum bara það svona almennu mælikvarðana. Atvinnuleysi mjög lítið og þá víða vantar fleiri hendur til vinnu heldur en að það sé ómargt fólk. Mér heyrist mjög góð gangur í rekstri fyrirtækjana og þau vera í sóknar og framkvæmdahug og við sjáum til dæmis á þeim verkefnalista sem við sjáum hér til dæmis á þessum fundi og við höfum verið að upplifa í skipulags- og byggingamálum hjá okkur að það mikill framkvæmdavilji bæði hjá fyrirtækjum og einstaklingum. En þetta ákveðin hringrás. Fyrirtæki í vaxtarhug og einstaklingar og fjölskyldur sækja í lífsgæðin sem að Borgarbyggð býður upp á og eru hér á okkar svæði.
til þess að sveitarfélag geta boðið upp á lóðir og innviði til vaxtar. Þarna viljum við sækja fram en auðvitað vanda til verka. Við viljum ekki bara vaxa til að vaxa, heldur til að vaxa til þess að viðhalda og auka lífsgæðin. Nú framundan frekar uppbygging í íbúðarhúsnæði í Klettakverfi efst í Bjargslandi. Í dag liggur fyrir sveitarstjórn viðauki við samkomulag við Slatta sem á að tryggja framhald á gatnagerð á svæðinu og framhaldinu framboð og nýjum lóðum á næstu árum. Nú af öðrum framkvæmdum má nefna að fyrir fundin í dag liggur jafnframt að staðfesta tilboði gatnagerð á Varmalandi. Nú framkvæmdir Borgarbrautina eru aðeins að dragast en ákveðið verið að lengja þennan fyrsta áfanga í verkinu aðeins upp fyrir gatnamótin að Skallagrímsgötu og ég bara svo segi það enn og aftur, ég bara þakka kærlega og þakka fyrirtækjum og einstaklingum íbúðum svona í neðri bænum kærlega fyrir þolinmæðina og meðan þessum óþægindum stendur yfir. Auðvitað standa ýmsar fleiri framkvæmdir yfir sem vonandi verður hægt að ljúka áður en vetur og skellur á. Nú mér skilt að það sé á leiðinni sjóræningjaskip á lóð grunnskólans í Borgarnesi og dúkaskiptin á sundlauginni í Borgarnesi standa yfir. Tónlistarskólinn, hann afmælisbarn þessar mundir 55 ára og ég bara nefnilega það var svo gaman að hlusta á viðtal við Árna Frey Jónsson tónlistarkennara í þættinu Sögur af landi, það sem verið að fara yfir í raun og veru hvernig við stúdíói sem að nýtist sem að sett var upp í tónlistarskólanum daginn. Í Safnahúsinu var að opna sýningu á verkum Ásu Ólafsdóttur og hvet ykkur til að kíkja á hana. Aldan sem einn allra besti vinnustaður landsins nýflutt í húsnæði við Sólbakka 1. Virkilega fínt húsnæði utan enn betra starf. Til hamingju með það og ég sá að mjög margir sveitarstjórnarfulltrúar kíktu mitt í kaffi til þeirra og ég var í kaffi þarna líka. Þannig að það var gaman að koma til þeirra og þiggja ljómandi vöfflur og rjóma. Aftur til hamingju með það starfsfólk öldunar. Og svo var engin afsökun til þess að vera ekki aktífur í svona þar síðustu viku í Borgarbyggð og reyndar stóðu verkefni yfir í vel rúmlega viku hér í Borgarbyggð og hér að tala Be Active hreyfiviku Evrópu og við með spéð til hamingju með afar fjölbreytta dagskrá sem var vel útfærð og margir viðburðir. Auðvitað fullt af menningar og íþróttaviðburðum í gangi í sveitarfélaginu. Ég búinn að fara á heimaleiki karlaliðsins í körfunni og ég verð viðurkenna það er fátt svona meira træbal og jafn skemmtilegt svona eftir langa vinnudag heldur að fara á völlin og halda með sínu liði og missa sig aðeins og það alltaf með það er bara partur að því stiga sitt lið. Svo til að sá mig niður þá fór ég á sýningunni hjá Einari Má Guðmundsssyni í Landnámssetrinu. Enn og aftur takk fyrir það flotta starf sem þar unnið sem svo sannarlega aðdráttarafl fyrir okkar samfélag, bráðskemmtilegt allt saman. Nú gangið hreinsunarátak í dreifbýli. Í því felst að í nokkra daga í senn eru settur upp gámar á ákveðnum stöðum fyrir grófan úrgang og timburúrgang. Framundan síðan átak í söfnun og brotajárni. Allt hið besta mál og við höldum bara áfram að gera sveitarfélag okkar enn snyrtilegra og flokkum auðvitað rétt. Nánari upplýsingar þetta á heimasíðu Borgarbyggðar sem auðvitað alltaf stútfull af góðu og upplýsandi efni. Eitt mál sem ég langar til að minnast á sem svona af þyngra tægina sem ég nefndi áðan. Við höfum því miður ekki og þetta kom og þeir sem hafa verið að fylgjast með umræðinu og fylgjast með líka fréttum í Skessuvatni. Við höfum því miður ekki lengur aðstöðu fyrir slökkviliðsbílinn Skorra á Hvanneyri. Það hefur yfirvofandi að myndi missa húsnæði og við höfum verið að leita logandi ljósi að hentugu húsnæði á Hvanneyri og í nágrenni. Við erum núna með auglýsingu útistandi eftir húsnæði og við erum eiginlega bara hæfilega vongóð að við fáum árangur af þessu. Augljóslega ekki ásættilegt ástand sem við erum að reyna að leysa sem fyrst. Annað mál sem kannski rétt að tæpa á að einhver ykkar hafa kannski séð frétt frá ASÍ niðurstöðu samantektar á frístundastyrkjum. Það sér að frístundastyrkur Borgarbyggðar 20.000 krónur á meðan hann raun og veru 40.000 krónur á barn. Hann rétt að bara halda því til haga. Við höfum komið þeirra ábendingu til skila til þeirra en við höfum ekki séð leiðréttingur og vonandi kemst hún á framfæri. En þetta setur bara Borgarbyggð í raun og veru á svipaðan stað og flest önnur svo stærstu sveitarfélög landsins. Þar að auki teljum við að svona æfingakostnaður sé svona í lægri kantinum í Borgarbyggð og til dæmis mun lægri en í þeim sveitarfélögum sem svo stærri sveitarfélögum sem eru kannski að bjóða upp á hærri frístundastyrki. Þannig þegar þetta allt saman dregið þá held ég við komum svona alveg viðunandi út í samanburði við önnur sveitarfélög. Nú svona til
til þess að loka þessu, þá langar mig til þess að, og þá líka til að tala svona frístundaiðkun barna og hvað þetta allt óbúslega mikilvægt. Það var svo hjartnæmt að lesa kveðju ágætt sonar Borgarnes, Pavel Ermolinskis í Skessvoði í síðustu viku. Þannig að margreindur landsliðsmaður að kjósa það, að tilkynna alþjóð það, að hann var að leggja skóna á hilluna með mjög fellegri kveðju til gamla heimabæjarins í Skessvoði. Mér fannst það var frábært og virkilega skemmtilegt. Og sömuleiðis var svo innihaldið af kveðjunni góð áminning til okkar að bærin verði ávallt opinn og hlýr fyrir fólk sem hér býr og vill flytja til okkar og umhverfið líflegur leikvöllur fyrir krakkana. Svo þurfum við auðvitað að halda áfram að leggja okkur fram að Borgarnes sé og verði ávallt öflugur körfuboltabær. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra að sinni. Takk fyrir. Var ekki það með síðan. Já, við þakkum sveitarstjóra fyrir yfirgripsmikla og góða skýrslu. Þá erum við komin að dagskrárliði númer 2 sem ber heitið tillaga að breyttum sameignarfélagssamningi Faxaflóahafna til umræðu og samþykktar. Þetta með málsnúmerið 22.04.068 og afgreiðsla frá fundi 595 hjá byggðarráði sem var haldin í apríl. Byggðarráð samþykkti á þeim tíma drög að sameignarfélagssamningi Faxaflóahafna og drög að eigendastefnu Faxaflóahafna með fyrirvarum samþykki sveitarstjórnar. Þessi afgreiðsla hefði ekki farið fyrir sveitarstjórn. Aftur á móti hafa fulltrúar í byggðarráði og sveitarstjórn rætt þennan samning og eigendastefnu Faxaflóahafna. Og við teljum svona ýmislegt kannski í þessu sem er ástæða til þess að fara frekar yfir. Og ég vil byrja á því að gefa orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs, þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn vísar framlögðum drögum að sameignarfélagssamningi Faxaflóahafna og drögum að eigendastefnu Faxaflóahafna að nýju til umræðu í byggðarráði. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framlagða bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 3 sem ber heiti breyting á samþykktum borgarbyggðar 2022 með málsnúmerið 22.08.021 og þetta er afgreiðsla frá fundi sveitarstjórnar númer 230 þar sem að sveitarstjórnarfulltrúi Sigurður Guðmundsson bar upp þá tillögu að vísa umræðum fækkun kjördeilda aftur inn í byggðarráð. Byggðarráð tók þetta afgreiðslu á fundi númer 608 og ræddi þessi mál svona ítarlegri og í rauninni komst byggðarráð þeirri sameiginlegu niðurstöðu sem ég ætla hér að lesa upp. Byggðarráð mun halda áfram að fylgjast vel með þróun í notkun rafnafna kjörskráa sem gæti gefið tilefni til frekari endurskoðunar á þessu ákvæði samþykkta. Byggðarráð telur þá breytingu sem liggur nú fyrir hæfilegt skref í þá átt að einfalda framkvæmd kosninga en meðal annars gekk erfiðlega að manna kjördeildir vegna breytinga á lögum hæfi. Byggðarráð vísar tillögu að samþykktum að nýju til sveitarstjórnar óbreyttum. Bara svo ég rifja upp með þeim sem á heyra að sú tillaga sem var lögð fram á síðasta fundi sveitarstjórnar hljóðaði upp á það að leggja niður kjördeildina í Lyngbrekku og Brúarási. Takk fyrir hjálpina. Svona í grundvallaratriðum. Það hefur þá komið fram í umræðinu sem segir í bókun að það sé verið að vinna að rafrænum lausnum í þessum málum og við munum bara fylgjast með því á kjörtímabilinu. En ég gef orðið laust þennan lið. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykki framlagða breytingar á samþykktum stjórn borgarbyggðar við síðari umræðu og felur sveitarstjóra að senda þau til ráðuneytis til birtingar. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framlagða bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Fjórði liður á dagskrá ber heiti viðauki við fjárhagsáætlun 2022 með málsnúmeri 22.03.010
og það frá afgreiðslu fundar númer 610 í byggðaráði og þar var lagt fram minnisblað vegna viðauka 5 við fjárhagsáætlun ársins og ég gef orðið laust. Lilja Björg, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Ég kveð mér hérna hljóðsundir lið 4 sem ber heiti viðauki við fjárhagsáætlun. Ég ætla bara að benda á það að í framlögum viðauka verið að lækka 27,8 milljónir króna liðin sem ber heiti framkvæmdir við íþróttamannvirki. Á mannamáli þýðir þetta að það verið að taka peninga út úr því verkefni að byggja upp íþróttaaðstöðu í Borgarnesi og setja inn í annað verkefni. Það það sem við erum að gera í þessum viðauka. Ég ætla ekki að sitja hjá við afgreiðslu á þessum viðauka. Ég ætla að kjósa með honum, en ég vil samt sem áður gæta þess að það sé öllum ljóst að þarna verið að færa til fjármuni sem búið var að áætla og ákveða að ættu að fara í uppbyggingu á íþróttamannvirkjum. Staðan hins vegar sú að það komin október og það hefur ekkert gerst í því skyni að hnika áfram þeim stóru fjárfestingaverkefnum sem þó var þverpólitísk samstaða að fara í á síðasta kjörtímabili. Til dæmis viðbygging við íþróttahúsið sjálft. Það allir sammála að það eigi að fara í það, þó að sé önnur verkefni sem verið að ræða samhliða. Það líka allir sammála það að það eigi að fara í uppbyggingu við grunnskóla Borgarfjarðar á Kleppjárnsreykjum, en það hefur mjög lítið gerst síðustu mánuði þar. Þeir fjármunir sem búið var að gera ráð fyrir á yfirstandandi fjárhagsári verða alveg augljóslega ekki nýttir og ég gat ekki betur séð en á 8 mánaða uppgjörinu eða sem sagt 8 mánaða yfirliti stöðu sveitarfélagsins að það voru 700 milljónir sem eru enn ónýttar á yfirstandandi ári. Við höfum notað síðustu mánuði í að velta málinu fram og tilbaka varðandi íþróttamannvirkin, láta vinna kostnaðaráætlanir, greiningar og fleira sem var þó að mestu leyti eða allavega einhverju leyti búið að vinna á fyrra kjörtímabili. Og nú nýjasta hugmyndin að byggja fjölnota hús, annaðhvort á Granastöðum eða á útiæfingasvæðinu við íþróttahúsið. Og það nákvæmlega sama hugmynd og undirbúningshópurinn sem starfaði á síðasta kjörtímabili skoðaði. Það kom hins vegar í ljós að það var ekki heppilegt að byggja slíkt mannvirki á uppfyllingu eins og æfingasvæðið okkar á og það væri ekki nægilegt pláss við íþróttahúsið sjálft. Það þyrfti með öðrum orðum að fjárfesta í mjög dýrum lausnum, undirlausnum eins og stöplu með öðru slíku til þess að væri hægt að byggja húsið á því svæði. Þess vegna komst sá hópur að því að það væri skynsamlegra að nýta fjármunina í að byggja upp íþróttahúsið sjálft, fara í viðbyggingu, kaupa upp fasteignina við hliðina á íþróttahúsinu svo væri hægt að fara í framkvæmdir og ég held við séum öll sammála það. Þess vegna bara og vil ég brýna okkur hér í sveitarstjórn til þess að keyra áfram þessi mikilvægu verkefni núna þegar fjárhagsáætlunarvinnan nálgast. Við þurfum að forgangsraða fjármunum og setja það á rétta staði. Við megum ekki láta ákvarðanafælni varðandi önnur verkefni hafa áhrif á þessi 2 stærstu uppbyggingaverkefni sveitarfélagsins. Það var búið að undirbúa þau, það eru peningar á áætlun og nú verðum við bara að nýta það á rétta staði. Og passa það að þeir fjármunir sem búið að eyrnamerkja í þau tilteknu verkefni fari í þau að eins miklu leyti og hægt á yfirstandandi ári en ekki aðra framkvæmdir sem eru kannski ekki eins brýnar eða mikilvægar. Þannig að nú vil ég bara brýna okkur til þess að láta hendur standa fram úr ermum og taka þétt á skarið í þessum verkefnum í þeirri fjárhagsáætlun sem við erum að byrja að vinna núna. Takk. Þakka sveitarstjórnarfulltrúa Lilju Björg fyrir. Davíð Sigurðsson hefur beðið orðið. Forseti, ágæta sveitarstjórn. Það rétt sem að Lilja segir, við erum að taka 27,8 milljónir af liðnum uppbygging íþróttamannvirkja. En það líka af þeirri ástæðu, það var fyrir séð að það yrði ekki möguleiki að nýta þessa fjármuni á þessu ári og það var fyrir séð bara núna strax í lok síðasta kjörtímabils þegar var verið að klára að ráða verkefnastjóra til þess að ná utan verkefnið og sá verkefnastjóri núna nýbúinn að skila af sér ákveðinni afurð sem við eigum eftir að taka til umfjöllunar núna í tengslu við fjárhagsáætlunarvinnu
og ræðandi hinn verkefnin eins og Kleppjárnsreyki, sko við erum að tala tvö lang stærstu fjárfestingarverkefni sem að sveitarfélagið hefur nokkuð tíma farið í og þú tekur ekkert bara ákvörðun á þess að ígrunda málið alvarlega. Takk. Þakkum Davíð Sigurðssoni fyrir. Orðið ennþá laust. Lilja Björk, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Ég ætla bara aðeins að árétta að ákvörðunin hefur verið tekin. Það var búið að setja fjármuni bæði í að fara í uppbyggingu íþróttamannvirkja og byggja við grunnskóla Borgarfjarðar á síðasta kjörtímabili og ég get ekki betur séð og heyrt en að við séum öll sammála að keyra á þau verkefni. Og það alveg ljóst að hvort verkefni sig mun kosta á bilinu 1,5 til 2 milljarðar, þannig að við þurfum að halda þétt á spöðunum, nota vel þá fjármuni sem nú þegar eru inn í handbæru fé hjá sveitarfélaginu og gæta því að þau verða tekin að langmestu leyti í lánsfé á næstu árum. Þannig að nú skiptir rosalega miklu máli að við látum reikna út með tilliti til getu sveitarfélagsins til að fara í þessar fjárfestingar og forgangsröðum þeim. Þannig að það kannski svona helsta sem ég að brýna okkur í, ekki nákvæmlega hvar við erum í ferlinu heldur næstu skref verða að vera mjög þétt og ég bara brýna okkur og ykkur í því. Takk. Já, þakkun Lilju Björk fyrir. Það rétt, við þurfum að halda vel á spöðunum og í þessum stóru framkvæmdum sem eru framundan. Og orðið ennþá laust, við Stefán Broddi, sveitarstjóri, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég vildi kannski örstutt bregðast við þessari á morgundi ágætu og réttmætu ábendingu sem kemur frá Lilju. Kannski fyrir fyrst að ég held að það var farið fram á síðustu mánuðum og ég vona svo sannarlega að það muni, og ég held að það muni birtast í betri og vandar ákvarðanatöku sú vinna sem hefur farið fram í nefndinni. Og ég held hún hafi verið mjög vönduð og ég held að við munum ekki sjá eftir því að hafa aðeins meiri tíma í þetta. Og ég held að við hefðum ekki getað unnið þetta mikið hraðar þar fyrir utan. Sko, svo það varðandi liðin þar sem verið að færa fjármagni úr því sem hafði verið ákveðið til fjárfestingar eða fjármagnar í íþróttamannvirkjum og fært þarna á milli liða. Þannig hefur þetta verið að fjármagna lið sem að snýr að framtíðar uppbyggingu íbúðarhúsnæðis í sveitarfélaginu sem jú algjör lykill að áframhaldandi vexti þess og mér heyrst reyndar að Lilja sé sammála að sé ráðist í. En hins vegar tek ég undir það að það full ástæða til að gæta varfærni og fara vel með fjármagn og ég held það sé svona kjarninn í sem við erum að gera. Og skulum ekki gleyma líka að aðstæður hafa þetta breyst töluvert mikið sem kallar enn frekar á það að við förum mjög vel með það fjármagn sem okkur falið af íbúum í sveitarfélaginu, falið að fara vel með. Takk fyrir það og orðið ennþá laust. Það ekki fleiri sem kveða sér hljóðs. Það liggur fyrir eftirfarandi bókun. Lögð fram tillaga að viðauka 5 við fjárhagsáætlun ársins 2022. Í tillögunni gert ráð fyrir hækkun kostnaðar við snjómokstur og hálkueyðingu 6,5 milljónir og deildina íþrótta og æskulýðsmál 3,9 milljónir. Á móti kemur lækkun á greiðslum til ÖMSB 3,9 milljónir þar sem hluti af þeim verkefnum sem voru hjá ÖMSB hafa færst til sveitarfélagsins. Þá inni í viðaukanum sala á 2 fasteignum, það að segja Hnoðrabóli við Grímsstaði og Borgarbraut 14 sem ekki voru inni í upphaflegri áætlun en voru seld á árinu. Þá 27,8 milljónir settar í gatnagerð við Sóleyjarklett en lækkuð áætlun framkvæmdir við íþróttamannvirki sömu fjárhæð. Þessar breytingar hafa þau áhrif að rekstrarafgangur ársins fer 5.660.000 krónur og aðra breytingar koma fram í auknu handbæru fé. Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framlagða bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða.
Þá erum við komin að dagskrárlið númer 5 sem ber heitið samstarf uppbyggingu íbúðarhúsnæðis í Bjarslandi með málsnúmeri 1912-083 og það afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 608. Þetta dagskrárliður sem lýtur að gatnagerð við Sóleyjarklett. Það kannski ekki svona mjög lýsandi heitið á dagskrárliðnum en þar segir í bókun byggðarráð felur sveitarstjóra að undirrita framlaga viðauka með fyrirvara samþykkt sveitarstjórnar. Jafnframt lagt til að hagrætt verði innan fjárfestingaáætlunar sveitarfélagsins til þess að koma til móts við útgjaldaaukningu sem verður vegna samkomulagsins. Því vísað til gerðar viðauka sem leggja skal fram samhliða endanlegri samþykkti sveitarstjórnar í viðaukunum sem við gerðum hér að ofan og ég gef orðulaust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlagðan viðauka við rammasamning uppbyggingu íbúðarhúsnæðis dagsett 27. september 2022 og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framlagða bókun að gefa merki og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 6 sem ber heitið Birkihlíð, útboðsgögn, verðfyrirspurn málsnúmeri 22-01-128 og það sömuleiðis afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 608. Þar erum við líka að ræða gatnagerð á Varmalandi og þar segir í afgreiðslu byggðarráðs byggðarráð samþykkir að gengið verði til samninga við lægstbjóðanda Borgarverk ehf. Fyrir liggja kostnaðir samkvæmt verðkönnun umfram fjárheimildir í gildandi fjárhagsáætlun 2022. Samkvæmt útboðsgögnum liggur fyrir að verkið klárist ekki allt á þessu fjárhagsári og verða því fjárheimildir því ekki fullnýttar miðað við tilboð lægstbjóðanda. Þeim kostnaði sem út stendur vísað til gerðar fjárhagsáætlunar 2023 og ég gef orðulaust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að gengið verði til samninga við lægstbjóðanda vegna verðkönnunar vegna gatnagerðar í Birkihlíð í Varmalandi og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framlagða bókun að gefa merki og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 7 sem ber heitið breytingar á barnaverndarlögum og uppbyggingu barnaverndarþjónustu sveitarfélaga með málsnúmerið 22-01-148 og það afgreiðsla frá fundi númer 608 í byggðarráði. Þar segir að byggðarráð Borgarbyggðar samþykki aðild Borgarbyggðar umdæmisráði barnaverndar með sveitarfélögum á landsbyggðinni og vísar fullnaðarafgreiðslu til næsta funda sveitarstjórnar. Inga Vildís Bjarnadóttir félagsmálastjóri mætti til fundarins og hún kynnti þennan samning fyrir okkur. Þetta í rauninni samningur sem gerður það þannig að öll sveitarfélögin á landsbyggðinni eru með aðild að þessu umdæmisráði og ég gef orðulaust. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að taka þátt í umdæmisráði barnaverndar með sveitarfélögum á landsbyggðinni. Jafnframt samþykkir sveitarstjórn framlög drög að samningi rekstur umdæmisráðs barnaverndar á landsbyggðinni og felur sveitarstjóra að undirrita samninginn. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 8 sem heitir móttaka flóttamanna með málsnúmeri 22-03-156. Það afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 609. Að ræða samning sem sveitarfélagið gerir við félags- og vinnumarkaðsráðuneytið og fjölmenningarsetur þjónustu við einstaklinga sem hlotið hafa dvalarleyfi af mannúðarástæðum eða alþjóðlega vernd og við erum í rauninni hér með samning í höndunum sem við höfum í sjálfu sér verið svo gott sem að vinna eftir frá því að við byrjuðum að taka á móti flóttafólki hér frá Úkraínu. Og það ljóst að fjármagn og aðgangur að þjónustu sérfræðinga og ekki síst framboð á húsnæði eru lykilatriði til að framhaldið verði farsælt og þar reiðir Borgarbyggð sig að miklu leyti á samstarfsaðila í sínu verkefni en ég gef orðulaust þennan lið. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlaga þjónustusamning við félags- og vinnumarkaðsráðuneytið og fjölmenningarsetur þjónustu við einstaklinga sem hafa hlotið dvalarleyfi af mannúðarástæðum dagsett 27. september
2022 og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framlagða bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. 9. dagskrárliður ber heitið úrsögn úr afréttafélagi með málsnúmeri 2201-156 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 610. Þar kom fram beiðni eigenda Skarðshamra lausn úr uppreisnarfélagi Þverárréttar. Þar segir í bókun byggðarráðs að forsendur þess að hægt sé að halda úti afrétti í Þverárrétt sem og öðrum afréttum í sveitarfélaginu að þeir aðilar sem staðið hafa upprekstri að fornu og nýju beri sameiginlega ábyrgð á að hreinsa afrétt og viðhalda afréttinum. Og byggðarráð telur því að það sé ekki forsendur til þess að samþykkja þetta, þar sem verulegir almannahagsmunir séu til staðar fyrir sveitarfélagið. En ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn hafnar beiðni eiganda Skarðshamra lausn úr uppreisnarfélagi Þverárafréttar. Sveitarstjórn telur forsendur þess að hægt sé að halda úti afrétti í Þverárrétti sem og öðrum afréttum í sveitarfélaginu að þeir aðilar sem staðið hafa upprekstri af fornu og nýju beri sameiginlega ábyrgð á að hreinsa afrétt og viðhalda afréttinum. Sveitarstjórn telur það forsendur þess að félagið sinni lögmætu hlutverki sínu að þær jarðir sem í afréttarfélaginu beri sameiginlega ábyrgð á rekstri og kostnaði við uppreisnarfélagið. Verulegir almannahagsmunir séu til staðar fyrir sveitarfélagið að því fyrirkomulagi verði ekki breytt. Niðurstaða sveitarstjórnar kæranleg til innviðaráðuneytisins á grundvelli 111. greinar sveitarstjórnarlaga innan 3 mánaða frá því aðila máls var tilkynnt ákvörðun þessa. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framangreinda bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 10. dagskrárlið sem ber heitið reglur fjárhagsaðstoð með málsnúmerið 14.01.005 og það er afgreiðsla frá fundi velferðarnefndar númer 130. Þar í rauninni lagðar fram tillögur að breytingum og samþykktum 7. greinar og hún hljóði svo. Fjárþörf einstaklings grunnupphæð krónur 216.079 krónur 2022 á mánuði og endurskoðast í janúar ár hvert miðað við launavísitölu í síðastliðnum nóvember. Sú upphæð hækkar miðað við fjölskyldustærð þannig að 2 manna fjölskylda, það að segja 2 fullorðnir, fái 1,6 grunnupphæð og eftir það bætist við 0,2 að grunnupphæð fyrir hvern einstakling. Fjárþörf einstakling sem heldur heimili með öðrum skal reiknast 0,8 af grunnupphæð beri hann sannarlega kostnað af eigin húsnæði eða leiguhúsnæði. Framfærslugrunnur vegna einstaklinga 18 ára og eldri sem sameiginlega reka eigið heimili 1,0. Nú krónur 216.079 krónur. Með rekstri eigin heimilis átt við þær aðstæður þegar viðkomandi býr í eigin húsnæði eða leigir húsnæði og leggur fram þinglistan húsaleigusamning því til staðfestingar eða staðfestingar á reglulegum leigugreinslum að minnstakosti síðastliðna 3 mánuði. Framfærslugrunnur einstaklinga 18 ára og eldri sem bera ekki kostnað af eigin húsnæði eða leggja fram þinglistan leigusamning eða aðra staðfestingu á leigugreiðslum síðastliðna 3 mánuði lækkar 40%. Grein 13 hljóði svo. Ef umsækjandi á rétt á aðstoð samkvæmt 3. kafla, 1., 2., 3. eða 4. málsgreinar, 11. eða 12. greinar skulu starfsmenn félagsþjónustu afgreiða málið, skrá það og kynna síðan fyrir velferðarnefnd. Samþykktir skulu ekki gera til lengri tíma en 3 mánuði senn. Aðrar umsóknir fjárhagsaðstoð skulu afgreiddar af velferðarnefnd. Ég ætla kannski bara aðeins að bæta við að ástæðan fyrir því að það verið að vinna þetta, að það bara hefur orðið fjölgun á þessum umsóknum í tengslum við það flóttamenn sem hér dvelja, þannig að það hefur þurft að skýra þetta betur, þannig að þess vegna kemur þetta inn hérna núna. En ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Og það kveður sér engin hljóðs og þá bið ég þá fulltrúa sem samþykkja þær breytingar sem voru lesnar hér að framan að gefa merki.
og það er samþykkt samhljóða. 11. liður ber heitið samningur við Tröppu talþjálfunum málsnúmeri 220910 og það er afgreiðsla frá fundi fræðslunefndar nr. 211. Þar segir í bókun fræðslunefndar: Fræðslunefndar leggur til að tillaga sviðsstjóra fjölskyldusviðs verði samþykkt og gerður verði samningur við Tröppu talþjálfun. Er þetta mikið framfaraskref fyrir nemendur í Borgarbyggð? Ljóst er að einhver tíma tekur að aðlaga okkur þessari nýju þjónustu og mun það vera útfært í samráði milli leikskóla og fjölskyldusviðs Borgarbyggðar. Og ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Lilja Björk óska eftir að taka til máls, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Ég ætlaði nú bara að fagna þessu. Þetta er mikið framfaraskref og það hefur lengi verið langur biðlisti bæði fyrir börn sem að þurfa að sækja þjónustu til ríkisins og það sem fellur undir okkur sveitarfélagið. Ég sé að þetta eru 4 pláss sem við erum að tryggja sveitarfélaginu þarna. Ég bara veltaði fyrir mig hvort annarkvort sveitarstjóri eða jafnvel formaður fræðslunefndar hafi upplýsingar hvað eru mörg börn á biðlista. Erum við enn að horfa fram á langa biðlista eða nær þetta svona nokkurn veginn að mæta þörfinni? Takk. Takk fyrir það, Lilja Björk. Ég sammála því, þetta er mjög gott skref. Gefa orðið laust. Eðvar Ólafur, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórn. Já, ég vil bara taka undir með Lilju að þetta er mikið fagnaðarefni. Varðandi það hvort að þetta sé nægilega mikið, þá held ég að stuttasvari sé nei. En þetta mun tryggja 4 tíma á viku og sem mun í upphafi skiptast á milli leikskólana, bara út af snemmtækri íhlutun og annað. Og þetta mun skiptast þannig að Ugluklettur fær sem sagt 1 tíma, Klettaborg 1, Andapar 1 og svo munu skipta á milli sín Hnoðraból og Hraunborg 1 tíma. En náttúrulega okkar svona tillögur í framhaldinu eru þær að fyrst að við erum komið með fótinn hann inn, þá munum við í framhaldinu fá fleiri tíma. Og kannski rétt að því erum komin í pontu, þá er þetta tengigjald sem við borgum núna einu sinni fyrir árið sem eru 90.000 krónur og svo er hlutur foreldra 1.900 krónur á tíma. En bara hafandi staðið sjálfur í þessu spori með barn, þá fagna ég þessu að því að ég beði 2,5 ár eftir að komast í þessa þjónustu. Þannig að ég tel þetta mikið framfaraskref. Takk. Takk fyrir það. Og orðið er ennþá laust þennan dagskrárlið. Og það er ekki fleiri sem kveða sig hljóðs og þá bið það fulltrúa sem samþykkja framlagðan samningu Tröppu talþjálfun fyrir leik- og grunnskóla Borgarbyggðar að samþykkja, að gefa merki fyrir gefi. Og það er samþykkt samhljóða. Ég er ekki ennþá farin að skipa ykkur að samþykkja, ég kemur kannski að því. Þá erum við komin að dagskrárliði númer 12, það er skólastefna 2021-2025 með málsnúmeri 2101-082 og það er afgreiðsla frá fundi fræðslunefndar númer 211 og þar segir í fundagerð að Ingvar Sigurðsson hafi komið til fundar við fræðslunefndin og farið yfir megin inntaki í stefnunni og næstu skref og fræðslunefnd samþykti að vísa skólastefnunni til samþykktar í sveitarstjórn. Fræðslunefnd tekur til umræðu á næsta fundi sínum aðgerðaáætlun og áherslur forgangsröðun verkefna út frá skólastefnunni. Fræðslunefnd mun hafa það hlutverk að vinna með aðgerðaáætlun fyrir skólastefnuna sem á að vera tilbúin fyrir jól. Ingvar mun aðstoða við þá vinnu og Ingvar mun í samræðu við sviðsstjóra fjölskyldusviðs vinna áfram að gera minnisblað um skólahald og skólaskipan í Borgarbyggð. Nýja skólastefnan ber með sér mikinn metnað fyrir skólahald í Borgarbyggð næstu árin og nú þarf að kynna stefnuna vel og gera hana sýnilega nemendum, starfsfólki í skóla og foreldrum, segir í bókun fræðslunefndar. Og ég gef orðið laust við þennan dagskrárlið. Lilja Björk, gjörðu svo vel.
forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Það er svona eiginlega aðeins allavega í upphafi að sama upp á teningnum hér. Ég vil bara endilega nota tækifærið og fagna því þessi stefna sem komið fram. Hún var í vinnslu allan síðasta vetur og Ingvar Sigurgeirsson er alveg framúrskarandi fræðimaður á þessu sviði og hefur stýrt þessari vinnu mjög skelegt. Og stefnan ber þess alveg merki, hún er mjög metnaðarfull og hefur alveg tekið jákvæðum breytingum frá fyrri stefnu sem að ég kom nú með beinum hætti að móta á sínum tíma. Þannig að mér þykir svona pínu vænt um þetta verkefni. Það er hins vegar eitt sem að ég er aðeins að velta fyrir mér. Það liggur fyrir undir þessum lið stefna til samþykktar og að fræðslunefnd muni hafa það hlutverk að vinna aðgerðaráætlun út frá skólastefnunni. Hins vegar liggur þarna líka fyrir minnisblað um skólahald og skólaskipan í Borgarbyggð sem ég finnst ekki liggja á ljósu hvaða svona hlutverk hún hefur í tengslu við skólastefnuna. Hefur eitthvað verið samþykkt sem kemur fram í þessari samantekt eða skil ég það rétt að Ingvar muni vinna áfram þá að þeim hugmyndum sem þar koma fram eða hvar stendur þetta minnisblað um skólahald og skólaskipan gagnvart stefnunni? Erum við bara að samþykkja stefnuna í dag eða erum við að samþykkja eitthvað af því sem kemur fram í minnisblaðinu frá Ingvari varðandi skólahald og skólaskipan í uppsetun? Bara svo það sé á hreinu. Takk. Takk fyrir það, Leila Björg. Og ég gef orðið laust. Ævar Ólafur, gjör svo vel. Forseti, sveitarstjórn, takk fyrir þetta Lilja. Ég er alveg sammálaður. Ég skildi þetta eftir fund minn í dag við Hlöðver að þetta væri skólastefnan sem væri undir í þessu eingöngu. Þannig að ég get ekki svaraði öðrust en þannig, en þá bara með fyrirvara að það sé ekki rétt. Takk fyrir það, Eðvar. Forseti í rauninni skilur þannig samkvæmt afgreiðslu á fundi fræðslunefndar að áfram verði unnið með minnisblað um skólahald og skólaskipan. Þannig að allavega myndi ég halda að skilningur væri sá að hér væri verið að samþykkja tillögu að endurskoða skólastefnu. Minnisblaðið yrði þar fyrir utan. Og orðið er ennþá laust þennan dagskrárlið. Það er engin fleiri sem kveður þessu hljós og þá bið ég þá fulltrúa sem samþykkja framlega tillögu að endurskoða skólastefnu fyrir Borgarbyggð að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 13. lið sem heitir kosningar í ráðanefndir 2022 til 2026 með málsnúmeri 2205/140. Þar er tillaga að skipa nýjan varamann í velferðarnefnd í stað Sigríðar Dóru Sigurgeirsdóttur en hún hefur hafið störf á fjölskyldusviði Borgarbyggðar og ég gef orðið laust. Og það er enginn sem kveður þessu hljós. Það liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn skipar Höskuld Kolbeinsson sem varamann í velferðarnefnd í stað Sigríðar Dóru Sigurgeirsdóttur. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framlega bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. 14. liður ber heiti Gjaldskrá skipulags- og byggingadeildar 2022 með málsnúmeri 2111-243 og það er afgreiðsla frá 45. fundi skipulags- og bygginganefndar og þar segir í bókun nefndarinnar skipulags- og bygginganefnd leggur til við sveitarstjórnar samþykkja framlega tillögur að gjaldskrám skipulags- og byggingafulltrúa og ég gef orðið laust. Sigurður Guðmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórn og aðrir gestir. Gjaldskrá skipulagsfulltrúa byggir á 20. grein skipulagslaga númer 20 frá 2010. Þar segir fyrir innheimtu framkvæmdaleyfisgjalds: gjaldið má ekki nema hærri upphæð en nemur kostnað við undirbúning og útgáfu leyfisins og eftirlitið, svo sem vegna nauðsynlegrar aðkeyptrar þjónustu. Og gjald vegna skipulagsáætlana
Gjaldið skal ekki nema hærri upphæð en nemur kostnað við skipulagsgerðina og kynningu og auglýsingu skipulagsáætlunar. Röksemd sem fylgir gjaldskránni miðar við ákveðna tíma vegna hvers verkefnis og síðan auglýsingakostnaður innheimtur samkvæmt reikningi. Miðað við tímagjald starfsmanns sé 14.500 á klukkustund. Ekki liggja fyrir neinar upplýsingar hver raun kostnaður á klukkustund starfsmanns sem á að vinna verkið. Eins vantar gögn sem styðja tímafjölda sem miðað við í gjaldskránni. Ef skoðuð gjaldskrá nágrannasveitarfélagsins Akraness, þá vinna við skipulög rukkuð samkvæmt reikningi en sett gjald og auglýsingar, sem sagt alveg öfugt miðað þá gjaldskrá sem nú liggur fyrir sveitarstjórn til samþykktar. Gjaldskrá byggingafulltrúa fer eftir 51. og 53. grein laga mannvirki númer 160 frá árinu 2010. Í 51. grein kemur fram að upphæð gjalds skal taka mið af kostnaði við þjónustu og einstök verkefni og skal byggð á rekstraráætlun þar sem rökstudd eru þau atriði sem ákvörðun gjalds byggist á. Gjaldið má ekki vera hærra en sá kostnaður. Ekki fylgir með gjaldskrá byggingafulltrúa rekstraráætlun með rökstuðningi fyrir gjaldið. Ef gjaldskráin skoðuð, þá breytast nánast allir liðir hennar samkvæmt breytingu á byggingavísitölu eins og kveðið á í gildandi gjaldskrá, nema að það eru gerðar breytingar á stöðuleyfum. Engin gögn fylgja hvað raunkostnaður við veitingu stöðuleyfis eða annara liða í gjaldskránni. Tímagjald byggingafulltrúa 16.500 en tímagjald skipulagsfulltrúa 14.500, sem hlýtur að vekja upp spurninga hvort rétt sé, allavega í ljósi þess að sveitarfélagið með jafnlaunavottun. Einnig vil ég vekja athygli á því að gjaldskráin gerir ráð fyrir að byggingaleyfisgjald sé miðað við rúmmál hús, en til dæmis á Akranesi, ef við skoðum Akranes, þá byggingaleyfisgjald innheimt samkvæmt fermetrum. Þessi munur leiðir til þess að það munar 100% á byggingaleyfisgjaldi á 1000 fermetra iðnaðarhúsnæði með 5 metra vegghæð. Meiri hluti sveitarstjórnar var tíðrætt og lofaði í aðdraganda kosninga að stuðla að uppbyggingu. Þessar gjaldskrár eins og það liggja fyrir núna ger ekki mikið í því að styðja við þau markmið meirihlutans. Í ljósi þessa sem rakið hér á áðan, þá ekki tryggt að þessar gjaldskrár standist skoðun og þau lög sem þar eiga að byggja á. Því leggur minnihluti sveitarstjórnar Borgarbyggðar til að gjaldskrárnar verði sendar aftur til skipulags- og byggingarnefndar til yfirferðar og ger krafa að þær byggist á raunverulegum gögnum ásamt því að horft verði til samkeppnishæfni sveitarfélagsins samanborið við nágranna sveitarfélagin og það verði fjallað í nefndinni. Takk. Takk fyrir það, Sigurður. Davíð Sigurðsson hefur eftir að taka til máls. Já, forseti ágæta sveitarstjórn. Ég þakka fyrir þessar ábendingar, Sigurður. Á fundi skipulags- og byggingarnefndar þegar þessi gjaldskrá var kynnt fyrir nefndinni, að þá var farið nokkuð ítarlega yfir. Það vissulega liggja ekki fyrir gögn og skýrslur eða rekstraráætlanir á bak við þetta, en þetta eru reynslutölur af sviðinu og bara í góðri trú að þær séu marktækar hjá okkur ágæta starfsfólki, að þá ákváðum við að samþykkja. Okkur fannst þetta ekki óhóflegar hækkanir sem að ræða. Síður en svo, sérstaklega þegar á við stöðulegi gáma, þá erum við
að verða komið með eitt lægsta gjald á landinu, tel ég. Þannig að ég held að sko mín tillaga er svo að treysta starfsmönnum og þeirra útreikningum sem að liggja bak við þetta. Þeir eru búin að leggja mikla vinnu og vandaða vinnu í að útfæra þessa gjaldskrá. Takk. Og orðið er ennþá laust þennan dagskrá. Sigurður, gjörðu svo vel. Ég vil hins vegar vekja athygli forseti og sveitarstjórn. Ég vil ítreka það að það er stór munur á þjónustugjöldum og skatttekjum og öll gjaldskrá okkar vegna þjónustugjalda þurfa að vera byggja á raunverulegum gögnum sem að er hægt að standa á. Þess vegna hvet ég aftur enn og aftur til þess að þessar gjaldskrár eru skoðaðar. Það eru liðir þarna inni sem eru gerðir að manni sýnist með puttanum upp í loftið og ég fyrir mitt leyti sem sveitarstjórnarfulltrúi hef engar forsendur til þess að samþykkja þessa gjaldskrá. Takk fyrir. Davíð Sigurðsson hefur óskað til að taka til máls. Ég til að þetta sé alveg rétt hjá Siggi, það er Sigurður, þetta er alveg hárrétt, þú sem þú vísar til að það verða að liggja raunverulega gögn á bak við þetta og styð þar með þá tillögu að þessu verði vísað aftur til nefndar til frekari yfirferðar og óskað eftir útreikningum á bak við gjaldskrána. Takk. Orðið er ennþá laust undir þessum dagskrárlið og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá byrjaði þeir leggja fram tillögu Sigurðar Guðmundsson að vísa þessum dagskrárlið gjaldskrá skipulags- og byggingardeildar 2022 aftur inn í skipulags- og byggingarnefnd og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja það að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá eru komin á dagskrárliði númer 15 sem ber heitið Laugagerði, óskum umsögn og það er málsnúmerið 2209-248 og það er afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar númer 45 og þar segir í bókun skipulags- og byggingarnefnd gerir ekki athugasemdir við nýtt deiliskipulag og Laugagerði í Eyja- og Miklaholtshreppi en leggur áherslu á að huga verði að mengunarvörnum með tilliti til verndar lífríkis í Haffjarðará. Endanlega afgreiðslu vísað til sveitarstjórnar og ég gef orðið laust þennan dagskrárlið og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við nýtt deiliskipulag í Laugagerði í Eyja- og Miklaholtshreppi en leggur áherslu á að huga verði að mengunarvörnum með tilliti til verndar lífríkis í Haffjarðará sem rennur á þessu svæði bæði sveitarfélög og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framlagða bókun að gefa merki og það er samþykkt samhljóða. 16. liður ber heitið Skíðsholt, landsnúmer 136027, Klettakot, landsnúmer 198779, nafnabreyting, málsnúmerið 2208-251 og það er frá afgreiðslu 45. fundar skipulags- og byggingarnefndar. Nefndin leggur til við sveitarstjórn að heimila samruna lóðana. Ég gef orðið laust þennan dagskrárlið og það er enginn sem kveður sér hljóðs. Það liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn heimilar samruna lóðana Skíðsholt, landsnúmer 136027 og Skíðsholt, Klettakot, landsnúmer 198779. Eftir samruna mun landið heita Skíðsholt, landsnúmer 136027, stærð 376 hektarar. Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framlagða bókun að gefa merki og það er samþykkt samhljóða. 17. liður ber heitið Vilmundarstaðir
2, landsnúmer 216109, nafnabreiting, málsnúmer 2209-026. Það afgreiðsla frá 45. fundi skipulags- og byggingarnefndar. Þar leggur nefndin til við sveitarstjórn að heimila nafnabreitingu á Vilmundarstöðum og mun landið heita Fljótseyri sem eitt af örmörkjum á landinu. Ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður sig hljóðs og fyrir liggur eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir nafnabreitingu á Vilmundarstöðum 2, landsnúmer 216109, mun landið heita Fljótseyri sem eitt af örmörkjum á landinu. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framlagða bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. 18. dagskrárliður ber heitið tilkynningarskyld framkvæmd mælimastur Sigmundarstaðir landsnúmer 134748, málsnúmer 2209-087 og það afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar númer 45. Að ræða umsókn, tilkynningaskylda framkvæmd reisingu rannsóknarmasturs. Í stuttu máli þá má segja að nefndin hafi verið hálf klofin í afstöðu til þessa máls enda eru skiptar skoðanir málið frá ýmsum hliðum. Í ljósi þess og þess að ekki ljóst hverjar heimildir eru samkvæmt aðalskipulagi til samþykktar á slíku að þá leggjum við til að þessi máli verði aftur vísað til umræðu skipulags- og byggingarnefnd en ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður sig hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að málinu verði vísað aftur til frekari umræðu í skipulags- og byggingarnefnd. Að mati sveitarstjórnar leikur vafi á heimild í aðalskipulagi fyrir samþykki á reisingu rannsóknarmasturs. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framlagða bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. 19. dagskrárliður ber heitið Flatahverfi á Hvanneyri, umsókn framkvæmdaleyfi, málsnúmer 2210-043 og það afgreiðsla frá 45. fundi skipulags- og byggingarnefndar en þar leggur nefndin til við sveitarstjórn að samþykkja að gefa út framkvæmdaleyfi vegna gatnagerðar á Hvanneyri og ég gef orðið laust. Sigurður Guðmundsson, gjörðu svo vel. Forseti sveitarstjórn, í útboðsgögnunum sem fylgja með gögnunum talað að opnun útboðs hefði átt að fara fram 13. apríl. Það vakti forvitni mína af hverju það var ekki búið að bjóða þetta út. En það væri gott að fá að vita það og eins þá í framhaldi af því hvenær áformað að bjóða verkið út. Þakka Sigurður fyrir, gefa orðið ennþá laust. Stefán Broddi, gjörðu svo vel. Já, forseti, Sigurður, takk fyrir þessa fyrirspurn. Kannski svona til þess að svara fyrir hlutanum þá þegar koma að því að bjóða verkið út í vor í apríl þá bara til þess að gera langar svo stutta þá voru viðbrögð við því að vinna útboðslýsinguna, voru viðbrögð við verðkönnuninni á því að vinna útboðslýsinguna bara í stuttum á lengin. Þannig að úr varð að samið var við eflu að vinna lýsinguna. Því miður þá bara tafði það verkið nokkra mánuði og ég hugsa að það sé svona megin skýringin á hvernig þetta verður dregist. En það dálítið gaman að því að þá geta sagt frá því í dag að verkið þá komið til birtingar í dag. Þannig að bara góð byrjning og skemmtilegt að tímasetningin hittist svona vel á. Þakkum sveitarstjóra fyrir þessar skýringar og orðið ennþá laust undir þessum dagskrárlið og það ekki fleiri sem
kveða sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að fela skipulagsfulltrúa að gefa út framkvæmdaleyfi vegna gatnagerðar og lagnavinnu í Flatahverfinu og Hvanneyri samkvæmt framlögðum gögnum. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framlagða bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin að 20. lið og við erum ennþá í gatnagerð. Það er afgreiðsla frá 45. fundi skipulags- og byggingarnefndar. En þar leggur nefndin til við sveitarstjórnar samþykja að gefa út framkvæmdaleyfi vegna gatnagerðar og lagnavinnu við Birkihlíð á Varmalandi. Og ég gef orðið laust. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að fela skipulagsfulltrúa að gefa út framkvæmdaleyfi vegna gatnagerðar og lagnavinnu við Birkihlíð á Varmalandi með vísa til framlagðra gagna. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkvæmda bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. 21. liður á dagskrá ber heitir Grjóteyri 2, umsókn byggingaráform og byggingarleyfi, málsnúmeru 22.08.074 og það er afgreiðsla frá 45. fundi skipulags- og byggingarnefndar. Þar leggur nefndin til við sveitarstjórn að grenndarkynna byggingarleyfi fyrir hagsmunaaðilum í samræmi við 44. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og kynna fyrir landeigendum Grjóteyrar 1 og Grjóteyrar Tungu og Umhverfisstofnun Íslands. Og ég gef orðið laust. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að byggingarleyfi við Grjóteyri 2 verði grenndarkynnt hagsmunaaðilum samkvæmt 44. grein skipulagslaga, landeigendum Grjóteyrar 1, Grjóteyrar Tungu og Umhverfisstofnun. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framlagða bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið nr. 22 sem ber heitið Innrafell, umsókn byggingaráform og byggingarleyfi með málsnúmeru 22.08.128 og það er frá afgreiðslu 45. fundar skipulags- og byggingarnefndar. Það leggur nefndin til við sveitarstjórn að grenndarkynna byggingarleyfi fyrir nágrannum og hagsmunaaðilum og kynnt verði fyrir landeigendum Hurðarbaks og Hlíðakletts og ég gef orðið laust. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að byggingarleyfi við Innrafell verði grenndarkynnt hagsmunaaðilum samkvæmt 44. grein skipulagslaga, landeigendum Hurðarbaks og Hlíðakletts og ég bið það fulltrúa sem samþykkja framlagða bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 23. lið sem ber heitið Álfholt, landsnúmer 22.37.06, umsókn byggingaráform og byggingarleyfi, málsnúmer 22.06.048 og það er sömuleiðis frá afgreiðslu 45. fundar skipulags- og byggingarnefndar. Þar leggur nefndin til við sveitarstjórn að grenndarkynna byggingarleyfi fyrir hagsmunaaðilum í samræmi við 44. grein skipulagslaga. Kynnt verði fyrir landeigendum Hofsstaða, Tómasarhaga, Litlaholts, Þrúðasells og Selhaga og ég gef orðið laust. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að byggingarleyfi við Álfholt verði grenndarkynnt hagsmunaaðilum samkvæmt 44. grein skipulagslaga, landeigendum Hofsstaða, Tómasarhaga, Litlaholts, Þrúðasells og Selhaga. Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 24. lið, Grímastaðir 5, umsókn byggingaráform og byggingarleyfi, málsnúmer 22.774. Það er frá afgreiðslu 45. fundar skipulags- og byggingarnefndar. Þar leggur nefndin til við sveitarstjórn að grenndarkynna byggingarleyfi fyrir nágrannum og hagsmunaaðilum samkvæmt 44. grein skipulagslaga og það verði kynnt fyrir landeigendum Grímsstaða og Grímsstaða 4. Ég gef orðið laust. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs undir þessum dagskrárlið og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að byggingarleyfi við Grímsstaði 5 verði grenndarkynnt hagsmunaaðilum samkvæmt 44. grein skipulagslaga, landeigendum Grímsstaða og Grímsstaða 4. Ég bið það fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið nr. 25 sem ber heitið Húsafell 5, 13.45.04, umsókn byggingaráform og byggingarleyfi, málsnúmer 22.03.018. Og það er afgreiðsla frá 45. fundi skipulags- og byggingarnefndar og þar leggur nefndin til við sveitarstjórn að grenndarkynna byggingarleyfi fyrir nágrannum og hagsmunaaðilum samkvæmt 44. grein skipulagslaga og það verði kynnt fyrir sumarhúsaeigendum að Klettsflöt 1-3 og ég gef orðið laust.
og það enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að byggingarleyfi við Húsafell 5 verði grenndarkynnt hagsmunaaðilum samkvæmt 44. grein skipulagslaga, sumarhúsaeigendum við Klettsflöt 1-3. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. 26. liður á dagskrá ber heitið Guðjónstún, umsókn byggingaráform og byggingarleyfi, málsnúmer 2206/140. Og það frá afgreiðslu 45. fundi skipulags- og byggingarnefndar. Það leggur nefndin til við sveitarstjórn að grenndarkynna byggingarleyfi fyrir nágrönnum og hagsmunaaðilum samkvæmt 44. grein skipulagslaga. Kynnt verði fyrir landeigendum Ferjubakka 1, Trana, Ferjubakka 2, Ferjubakka 2, Miðbæ, Ferjubakka 3, Ferjubakka 3, Efstabæ, Ferjukoti 3 og Miðbæ 2. Við gefum orðið laust. Og það enginn sem kveður sér hljóðs undir þessum lið og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að byggingarleyfi við Guðjónstún verði grenndarkynnt hagsmunaaðilum samkvæmt 44. grein skipulagslaga, landeigendum Ferjubakka 1, Trana, Ferjubakka 2, Ferjubakka 2 Miðbæ, Ferjubakka 3, Ferjubakka 3 Efstabæ, Ferjukoti 3 og Miðbæ 2. Þeir sem samþykkja framkomna bókun vinsamlegast gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. 27. liður á dagskrá ber heitið Jafnaskóland 134883, umsókn byggingaráform og byggingarleyfi, málsnúmer 2208/114. Það afgreiðsla frá 45. fundi skipulags- og byggingarnefndar, en nefndin leggur til við sveitarstjórn að grenndarkynna byggingarleyfi fyrir nágrönnum og hagsmunaaðilum samkvæmt 44. grein skipulagslaga. Kynnt verður fyrir landeigendum Jafnaskarðsskógslands og eiganda sumarhúsa Lambhaga og Jafnaskarðsskógslands Laufshaga. Ég gef orðið laust. Og það enginn sem kveður sér hljóðs, það liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að byggingarleyfi við Jafnaskarðsskógsland verði grenndarkynnt hagsmunaaðilum samkvæmt 44. grein skipulagslaga, landeiganda Jafnaskarðsskógslands og eigandum sumarhúsa Lambhaga og Jafnaskarðsskógslands Laufhaga. Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. 28. liður á dagskrá ber heitið Nes 3, umsókn breyting á deiluskipulagi, landsnúmer 216102 og málsnúmer 2209-241. Og það frá afgreiðslu 45. fundi skipulags- og byggingarnefndar, en nefndin leggur til að sveitarstjórn að grenndarkynnt verði óveruleg breyting á deiluskipulagi samkvæmt 2. málsgrein 43. greinar og 44. greinar skipulagslaga fyrir eigendum að Nesi, Nesi 2 og Nesi 3. Ég gef orðið laust. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að grenndarkynna óverulega breyting á deiluskipulagi við Nes 3 samkvæmt 2. málsgrein 43. greinar og 44. greinar skipulagslaga fyrir eigendum að Nesi, Nesi 2 og Nesi 3. Ég bið það fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Við erum komin að 29. dagskrárlið sem ber heitir Hótel Varmaland fyrirhuguð uppbygging, málsnúmer 2108-070. Og það afgreiðsla 45. fundar skipulags- og byggingarnefndar, en nefndin leggur til að sveitarstjórn að samþykkja framlaga tillögu að breytingu á deiluskipulagi fyrir íbúðabyggð á Varmalandi samkvæmt 42. grein skipulagslaga 123/2010 með þeim breytingum sem gerðar voru með tillit til umsagna og athugasemda sem bárust á kynningatíma, en breyta ekki auglýstri tillögu í grundvallaratriðum. Og ég gef orðið laust. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að framlaga tillögu að breytingu á deiluskipulagi fyrir íbúðabyggð á Varmalandi samkvæmt 42. grein skipulagslaga með þeim breytingum sem gerðar voru með tilliti til umsagna og athugasemda sem bárust á kynningatíma, en breyta auglýstri tillögu ekki grundvallaratriðum. Og ég bið það fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Dagskrárliður 30 ber heitið Galtarholt 2, breyting á deiluskipulagi, landsnúmer 135042, málsnúmer 2210-032 og það frá afgreiðslu 45. fundi skipulags- og byggingarnefndar, en nefndin leggur til við sveitarstjórn að samþykkja framlaga tillögu að breyting á deiluskipulagi frístundabyggðar Galtarholt 2 í Borgarbyggð frá árinu 2004 með síðari breytingum til auglýsingar. Og ég gef orðið laust.
og það er engin sem kveður svo hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlaga tillögu breytingu á deiliskipulagi frístundabyggðar að Galtarholti 2 í Borgarbyggð frá árinu 2004 með síðari breytingum. Málsmeðferð skal að vera samkvæmt 41. grein skipulagslaga og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá eru komin á 31. lið sem ber heiti Borgarbraut 55-59 umsókn breytingu á aðalskipulagi landsnúmer 135499 með málsnúmer 2209-249 og það er afgreiðsla frá 45. fundi skipulags- og byggingarnefndar en þar leggur nefndin til við sveitarstjórn að samþykkja breytingu á aðalskipulagi sem felst í hækkun á nýtingarhlutfalli og auknu byggingamagni á lóð. Ég ætla bara að taka fram varðandi þetta að í rauninni þá er ekki verið að tala hækkun á húsinu eða slíkt heldur er hér verið að gera ráð fyrir meðal annars svokölluðum B-rýmum sem eru svalir og slíkt og því þurft að breyta skipulaginu í tengslum við það. En ég gef orðið laust. Og það er engin sem kveður svo hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlaga breytingu á aðalskipulagi Borgarbyggðar vegna Borgarbrautar 55-59 sem felst í hækkun á nýtingarhlutfalli og auknu byggingamagni á lóð Borgarbrautar 55 í Borgarnesi samkvæmt 2. málsgrein 36. greinar skipulagslaga. Niðurstaðan skal auglýst og breyting send skipulagsstofnun til staðfestingar og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. 32. liður á dagskrá ber heiti breyting á deiliskipulagi Borgarbrautar 55, 57 og 59 er að vera borða Borgarbraut 55, málsnúmer 2206-254 og það er afgreiðsla frá 45. fundi skipulags- og byggingarnefndar en það leggur nefndin til við sveitarstjórn að samþykkja framlaga tillögu aftur til auglýsingar þar sem breytingar frá auglýstri tillögu eru verulegar og málsmeðferð verði samkvæmt 41. grein skipulagslaga og ég gef orðið laust. Og það er engin sem kveður svo hljóðs og því bið ég þá liggur fyrir eftirfarandi bókun fyrirgefið. Sveitarstjórn samþykkir framlaga tillögu breytingu á deiliskipulagi Borgarbrautar 55, 57 og 59 að nýju til auglýsingar þar sem breytingar frá auglýstri tillögu eru verulegar. Málsmeðferð skal vera samkvæmt 41. grein skipulagslaga og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá eru komin á 33. lið sem ber heiti Niðurskógur Húsafelli, Hraunbrekkur 34, landsnúmer 195348, aðalskipulagsbreyting. Málsnúmer 2207-046 og það er frá afgreiðslu 45. funda skipulags- og byggingarnefndar og nefndin leggur til við sveitarstjórn að samþykkja framlaga lýsingu til auglýsingar fyrir niðurskóga í Húsafelli og ég gef orðið laust. Og það er engin sem kveður svo hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlaga lýsingu til auglýsingar vegna breytinga aðalskipulagi Borgarbyggðar fyrir niðurskóga í Húsafelli samkvæmt 30. grein skipulagslaga og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá eru komin á 34. lið sem ber heiti Húsafell, frístundabyggð, Litlu Tunguskógur, landsnúmer 219075, málsnúmer 2209-098 og það er frá afgreiðslu 45. fundi skipulags- og byggingarnefndar. Þar leggur nefndin til við sveitarstjórn að samþykkja framlaga tillögu á deiliskipulagi fyrir Litlu Tunguskóg, frístundabyggð til auglýsingar og ég gef orðið laust. Og það er engin sem kveður svo hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlaga tillögu á deiliskipulagi fyrir Litlu Tunguskóg, frístundabyggð til auglýsingar. Málsmeðferð skal að vera samkvæmt 41. grein skipulagslaga og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá er það 35. liður, Litlu Tunguskógur, landsnúmer 219075, Húsafell, breyting á aðalskipulagi með málsnúmeri 2103-130. Það er afgreiðsla frá 45. fundi skipulags- og byggingarnefndar en nefndin leggur til við sveitarstjórn að samþykkja breytingu á aðalskipulagi Borgarbyggðar samkvæmt 32. grein skipulagslaga. Breytingatillagan tekur til 30 hektara svæðis í landi Húsafells 3 þar sem skilgreint er íbúasvæði í stað frístundabyggðar og ég gef orðið laust. Og það er engin sem kveður svo hljóðs og því liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlaga breytingu á aðalskipulagi Borgarbyggðar samkvæmt 32. grein skipulagslaga. Breytingi tekur til 30 hektara svæðis í landi Húsafells 3 þar sem skilgreint er íbúasvæði í stað frístundabyggðar og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki.
og það er samþykkt samhljóða. Og við erum ennþá í Húsafelli í dagskrárlið nr. 36 sem ber heiti Litlu Tunguskógur nýtt deiliskipulag 18/12/123, afgreiðsla frá 45. fundi skipulags- og byggingarnefndar, en nefndin leggur til við sveitarstjórn að samþykkja framlaga tillögu að breytingu á deiliskipulagi frístundabyggð í landi Húsafells 3 frá árinu 2007 samkvæmt 42. grein skipulagslaga með þeim breytingum sem gerðar voru með tillit til umsagna sem bárust á kynningatíma en breyta ekki auglýstri tillögu í grundvallaratriðum. Og ég gef orðið laust. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs, þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykki framlaga tillögu að breytingu á deiliskipulaginu frístundabyggð í landi Húsafells 3 frá árinu 2007 samkvæmt 42. grein skipulagslaga með þeim breytingar sem gerðar voru með tilliti til umsagna sem bárust á kynningatíma en breyta ekki auglýstri tillögu í grundvallaratriðum. Niðurstaðan skal auglýst og breytingin send skipulagsstofnun til staðfestingar. Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin á 37. lið sem ber heiti Norðtunga, breytingar á aðalskipulagi landsnúmer 2342245 og 2342246 og málsnúmerið 22-10-035. Og það er frá fundi skipulags- og byggingarnefndar nr. 45, en nefndin leggur til við sveitarstjórn að samþykkja framlaga lýsingu til auglýsingar fyrir frístundasvæði í landi Norðtungu. Og ég gef orðið laust. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykki framlaga lýsingu til auglýsingar vegna breytinga á aðalskipulagi borgarbyggðar fyrir frístundasvæði í landi Norðtungu samkvæmt 30. grein skipulagslaga. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin á dagskrárlið nr. 38 sem ber heiti Hraunsnef, breyting á aðalskipulagi, málsnúmer 1902-167 og það er frá fundi skipulags- og byggingarnefndar nr. 45. Þar segir, leggur nefndin til við sveitarstjórn að samþykkja framlaga breytingu á landnotkun á 56,5 hektara svæði í landi Hraunsnefs samkvæmt 5. grein jarðalaga nr. 81/2004. Nefndin leggur einnig til við sveitarstjórn að samþykki til auglýsingar framlaga tillögu að breyttu aðalskipulagi í sveitarfélaginu samkvæmt 1. málsgrein 31. grein skipulagslaga nr. 123/2010 að undangenginni athugun skipulagsstofnunar. Og ég gef orðið laust. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykki framlaga breytingu á landnotkun 56,5 hektara svæðis í landi Hraunsnefs samkvæmt 5. málsgrein jarðalaga. Sveitarstjórn samþykkir jafnframt til auglýsingar framlaga tillögu að breyttu aðalskipulagi sveitarfélagsins samkvæmt 1. málsgrein 31. grein skipulagslaga að undangenginni athugun skipulagsstofnunar. Ekki er talið að það land sem mun breyta landnotkun sé stærra en þörf krefur né hafi áhrif á aðlæg landbúnaðarsvæði eða nálæg náttúrusvæði. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin á dagskrárlið nr. 39 sem ber heiti Veiðifélag Álftár, félagsfundur 14. október 2022, málsnúmer 22-10-081. Sveitarstjóri leggur framlagt fundaboð á félagsfund í Veiðifélagi Álftár sem haldinn verður 14. október 2022 og ég gef orðið laust. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs, þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Þetta er náttúrulega Sveitarstjórn tilnefnir Einar Óli Pedersen til þess að fara með atkvæðisrétt borgarbyggðar á félagsfund Veiðifélags Álftár 14. október 2022. Við bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í, má segja, næsta fasa í dagskránni hjá okkur, en það eru framlagðar fundagerðir og það er fyrst 40. dagskrárliður er fundagerð byggðarráðs, fundur númer 608, það er málsnúmer 2209-014F og ég gef orðið lausnin til þessari fundagerð. Lilja Björg, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur.
Ég ætla að kveða með hljóðs hérna undir lið 1 og 2 raunverulega. Þar sem við erum að fjalla málefni slökkviliðs Borgarbyggðar. Þeir komu sem sagt slökkviliðsstjórarnir á fund með byggðarráði og fóru aðeins yfir þá stöðu sem uppi varðandi húsnæðismál hjá slökkviliðinu og hafði náttúrulega komið í ljós fyrir nokkru síðan að það væri mygla og rakaskemmdir í húsinu og þarna inni líka í hluta húsnæðisins sem þeir eru með safnmunir í geymslu og við höfum lagt mikla áherslu á það síðustu mánuði og ár að það sé unnin svona 10 ára áætlun, bæði endurnýjun á búnaði, fatnaði, tækjum, vélum, bílum og öðru sem þeir þurfa á að halda. Það kom fram að það náttúrulega, þeir hafa slökkviliðsstjórarnir verið með skrifstofu núna niður í Bjarnabraut og hafa ekki getað nota húsnæðið sem að stendur raunverulega autt á Sólbakkanum og bara undir geymslu áhalda og muna og starfsaðstaða slökkviliðsmanna þar ef það útkallað annað sem kemur upp. Og það kom líka í ljós að það kostar mikla fjármuni að endurnýja það húsnæði sem þarna. Og af því að við erum að hefja núna fyrstu skref við vinnu fjárhagsáætlunar, þá þetta til dæmis eitt af þeim verkefnum sem við munum þurfa að stíga svolítið fast til jarðar með og móta okkur einhverja framtíðarsýn. Bæði vegna þess að það hefur líka komið fram skýrsla stöðu og málefni slökkviliðsmanna á öllu landinu og hvernig málaflokkurinn að þróast. Það bæði eru sveitarfélögin að halda úti starfi sem þeim að mörgu leyti mjög ofviða. Við erum að halda hér úti slökkviliðsstarfi á landfræðilega mjög stóru svæði og við erum ekki bara að sinna brunavörnum, við erum líka að takast á við verkefni á vegum ríkisvaldsins eins og almannavörnum og ef það verður bílslys upp á Holtavörðuheiði og þarf að klippa út einstakling þá eru það slökkviliðsmenn í Borgarbyggð sem eru kallaðir út. Þrátt fyrir að þetta flokkist ekki undir eldvarnir. Við höfum oft rætt líka að það þurfi að hefja samtal að stofna einhvers konar byggðarsamlag, koma á meira samstarfi, koma á meira samtali og móta sterkari framtíðarsýn. Ég persónulega orðin svolítið leið á því að setja ár eftir ár inn á fundum hjá byggðarráði og ræða málefni slökkviliðsins vitandi það að við erum ekki með nægilega mikla fjármuni til að standa vel að þessum málaflokki til næstu ára. Þannig að ég vil vekja athygli á því hér að þetta eitthvað sem við þurfum að ræða. Þetta svolítið stefnulaust skip eins og staðan í dag. Það alltaf að koma upp nýjar áskoranir sem krefjast mikilla fjárframlaga. Við erum að fara í stóra fjárfestingar eins og höfum nú komið ítrekkað inn á þessum fundum. Við erum ekki að fara að geta sett 150 milljónir í húsnæði fyrir slökkvilið. Þannig að ég vildi kannski bara fá að heyra örstutt hvort að það hafi átt sér stað einhver umræða hjá meirihlutanum hvernig á að nálgast þetta verkefni inn í komandi fjárhagsáætlanagerð. Ætlum við að fara að horfa meira samstarf og kalla eftir formlegu samstarfi við slökkvilið annars staðar á svæðinu? Ætlum við að fara í endurbætur á húsnæðinu sem til staðar núna eða fara bara að horfa aðra lausnir? Ætlum við að kaupa, þeir töldu að þyrfti að kaupa 2 tankbíla til þess að við getum staðið undir bara svona lágmarks öryggiskröfum eins og staðan í dag. Þeir kosta 55 milljónir hvor. Það eru 110 milljónir. Eða hvert stefnum við? Takk. Þakka Liljuborg fyrir og ég get sannarlega tekið undir nánast allt sem að hún kemur inn á þarna. Ég ætla kannski bara að bæta við að sú sem hér stendur formaður stjórnar SSVAF og þetta málefni hefur einmitt verið rætt á vettvangi stjórnar samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi og þetta eru áskoranir sem að sveitarfélaga á Vesturlandi vilja setjast niður og ræða í sameiningu og líta til framtíðar í þessum efnum. En ég gef orðið laust. Davíð Sigurðsson, gjörðu svo vel. Já, forseti ágæta sveitarstjórn, takk fyrir þetta Lilja. Ég svo hjartanlega sammálaður að þetta ekki
boðlegt ástand sem í húsnæðismálum hjá slökkviliðinu og það vissulega áskorun að ætla að fjármagna það bara yfir höfuð að reka slökkviliðið og með allri þeirri uppbyggingu sem þarf að eiga sér þar stað samkvæmt þeim kröfum sem eru gerðar í dag. En þetta bara eitt af okkar lögbundum hlutverkum, það að reka slökkvilið og við verðum bara að reyna að finna einhverja farsæla lausn á þessu og ég ætla ekki að segja það að við séum komið með einhverja patentlausn á þessu vandamáli. Þetta búið að vera viðvarandi vandamál og eins og Guðveig kom inn á þá vona ég að samtalsvettvangur á vegum allra sveitarfélaga á Vesturlandi muni svona geta hjálpað okkur eitthvað en við þurfum að gera eitthvað, við getum ekki gert ekki neitt og við erum ekki búin í meirihlutanum að móta okkur fasta stefnu núna á þessum mánuðum sem við erum búin að vera í þessu máli. Við höfum bara öll eftir að ákveða það hérna sveitarstjórn núna í fjárhagsáætlanavinnunni hvernig við ætlum að ráðstafa fjármunum og það ekki orðið niður njörvað hvað þennan málaflokk varðar. Takk. Takk fyrir það, Davíð. Orðið ennþá laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður þessu ljós og í rauninni orðið laust þessa fundagerð Byggðarráðs. Ég kannski verði það. En það ekki sem kveður þessu ljós, þá telst svo fundagerð framlögð og þá það 41. liður, það fundagerð Byggðarráðs frá fundi nr. 609 og ég gef orðið laust. Sigurður, gjörðu svo vel, Guðmundsson. Forseti, sveitarstjórnar gestir. Ég kveð með hljóðsendilið 441,8 íþróttahús. Í fundagerð byggingarnefndar íþróttamannvirki Borgarnesi frá 7. september kom eftirfarandi bókun með spurningu til Byggðarráðs og sveitarstjórnar. Ég ætla að lesa hér upp bókun nefndarinnar. Byggingarnefnd íþróttamannvirkja hefur aflað gagna til undirbúnings fyrir byggingu annars vegar parketthús sem staðsetja á núverandi íþróttasvæði og hins vegar gervigras aðstöðu annarkvort á núverandi íþróttasvæði undir berum himni eða með fjölnota íþróttahúsi, til dæmis á núverandi tjaldstæði við Grannastaði. Fyrir liggur kostnaðarmat á þessum 3 valkostum, auk áætlaðs hönnunar og framkvæmdatíma á umræddum valkostum. Því tímabært að vísa málinu til Byggðarráðs og sveitarstjórnar til ákvörðunar mismunandi fjárfestingakosti. Tillaga byggingarnefndar íþróttamannvirkja til Byggðarráðs hvað varðar forgangsröðun uppbyggingar að hefja vinnu við þarfagreiningu og hönnun á nýju parketthúsi. Samhliða þeirri vinnu hafin vinna við uppbyggingu á fjölnota íþróttahúsi, til dæmis við Grannastaði. Áætlaður hönnunartími parkettshús að minnstakosti 24 mánuðir, en áætlaður hönnunar og framkvæmdatími við byggingu fjölnota íþróttahús 24 mánuðir. Byggingarnefndin hefur við ofangreindar tillögur ekki tekið mið af fjárfestingagetu sveitarfélagsins og vísar endanlegri ákvörðun forgangsröðun fjárfestinga til Byggðarráðs og sveitarstjórnar í tengslum við gerð fjárfestingaráætlunar til næsta árs. Á fundi nr. 609 og fundi Byggðarráðs þann 22. september fékk Byggðarráð kynningu frá Heiðrúnu Ösp Hauksdóttur verkefnastjóra við uppbyggingu íþróttamannvirkja. Ákvörðun forgangsröðun uppbyggingar var frestað til fundar nr. 610 hjá Byggðarráði þann 7. október. Þetta mál var hins vegar ekki tekið fyrir þann 7. október og því ljóst að byggingarnefndin fær í fyrsta lagi svar við spurningu sinni á Byggðarráðsfundi þann 20. október.
eða 1,5 mánuði eftir að nefndin sendi þessa lykilspurningu forgangsröðun til byggðarráðs og á meðan gerist ekkert í nefndinni. Ég vil því spyrja ykkur formenn og varaformenn byggðarráðs, ætlið þið að taka þetta mál fyrir á fundi byggðarráðs 20. október og afgreiða þetta á þeim fundi þannig að störf nefndarinnar tefjist ekki meira en orðið er. Og ég gef orðið laust en það undir þessu dagskrárlið. Davíð Sigurðsson, gjörðu svo vel. Sveitarstjórn, forseti, ágæta sveitarstjórn, takk fyrir þessa fyrirspurn, Sigurður. Stuttarsvarið, nei, við getum það ekki. Þessi ákvörðun verður ekki tekin fyrir en að fjárfestingaráætlun verður tilbúin til fyrir umræðu. Takk. Lilja Björg, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur, bara svo að það komi skýrt fram, fær byggðarráð þá ekki að fjalla þessa spurningu frá byggingarnefndinni fyrr en það búið að leggja fram fjárfestingaráætlun í sveitarfélaginu. Takk. Sigurður Guðmundsson, varst þú ekki á undan? Nei, allt ekki. Davíð, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta sveitarstjórn, ég var náttúrulega kannski ekki nógu skýr þarna. Jú, að vissulega munum við fjalla þetta í byggðarráði núna í tengslu við fjárhagsáætlanavinnuna sem að verður, næstu byggðarráðsfundir verða litaðir af þeirri vinnu. Við eigum að leggja fram fjárhagsáætlun til fyrir umræðu á næsta sveitarstjórnarfundi. Þannig að vissulega munum við fjalla þetta á byggðarráðsfundum. En byggingarnefndin mun ekki fá umboð til þess að halda áfram með sitt verkefni fyrir en að við erum búin að taka ákvörðun í byggðarráði. Takk. Og orðið ennþá laust undir þessum dagskrárlið. Það ekki fleiri sem kveða sér hljóðs og telst þá því fundargerð byggðarráðs nr. 609 framlagð og þá 42. liður, það fundargerð byggðarráðs borgarbyggðar nr. 610 og ég gef orðið laust. Og það engin sem kveða sér hljóðs, þá telst hún framlagð. Þá komið að 43. dagskrá sem fundargerð velferðarnefndar borgarbyggðar. Það væri nú kannski eðlilegast að ég myndi setja fundarstjórnina núna þá í hendur fyrsta varaforseta þar sem að sú sem hér stendur formaður velferðarnefndar og mun fara yfir dagskrána. Bið fyrsta varaforseta að taka við fundarstjórn. Já, þá ætla Guðveig Eyglóadóttir, formaður velferðarnefndar, að fara yfir dagskrá velferðarnefndarfundar. Já, forseti og kæru fundarmenn. Það dagskrá fundar velferðarnefndar númer 129. Það fundur sem var í 10 dagskrárliðum. Fyrsti dagskrárliðurinn trúnaðarbók. Það voru lagðar fram afgreiðslur starfsmanna frá síðasta fundi og umsóknir afgreiddar og óheimilt að birta þessar afgreiðslur frekar. Annar dagskrárliðurinn ber heitið móttaka flóttamanna. Þar fóru Hlöðveig Gunnarsson sviðsstjóri og Heiðrún Halldórsdóttir kynntu fyrir nefndinni stöðuna á móttöku flóttafólks á Bifröst. En eins og allir þekkja hér inni og áheyrendur þá borgarbyggðarþjónusta flóttafólk frá Úkraínu sem delur tímabundið á Bifröst. Og við höfum lagt hér fram fyrr á fundinum í dag
samning þar að lútandi við félags- og atvinnumálaráðuneytið. Þriðji dagskrárliður ber heitið fræðsla forvarnir. Þar óskaði nefndin eftir því að fá kynningu á skipulagi forvarnamála hjá sveitarfélaginu á næsta fundi til þess að byggja við mótun áherslna Borgarbyggðar í forvarnastarfi. Nefndin er sammála það, hefur lagt áherslu á það að leggja áherslu á þennan málaflokk í sínum störfum. Fjórði dagskrárliður ber heitið umsókn framlag úr fasteignasjóði Jöfnunarsjóðs og þar var lagt fram erindi Dalabyggðar vegna umsóknar framlag úr fasteignasjóði Jöfnunarsjóðs. Í rauninni snýr þetta að því að Borgarbyggð gerir ekki athugasemdir við umsókn Dalabyggðar. Fimmti liður breyting á barnaverndarlögum og uppbygging á barnaverndarþjónustu sveitarfélaga. Þar var kynning á breytingum á barnaverndarlögum og áhrif á uppbyggingu barnaverndarþjónustu sveitarfélaga. Við erum náttúrulega að stíga inn í svona nýtt tímabil hvað þetta varðar og þetta er rauninni í tengslum við það sem við ræddum fyrir hér á fundinum og samþykkt með umdæmisráðin. En ég ætla svo sem ekki að fara ítarlega yfir breytingar á barnaverndarlögum og hvað þær fela í sér fyrir sveitarfélagið, en þetta var tekið og farið vel yfir þetta á fundinum. Sjötti liður ber heitið nauðsynleg viðbrögð sveitarfélaga vegna breytinga á barnaverndarlögum og þar var samningurinn umdæmisráð barnaverndar lagður til kynningar fyrir nefndina og farið vel yfir hann. Sjöundi liður, þar fór nefndin yfir endurskoðun á húsnæðisstuðning eða reglum húsnæðisstuðning og þetta er breyting sem snýr að rétti til aðstoðar vegna fyrirframgreiðslu og húsaleigu tryggingar. Í stuttu máli það hefur það verið þannig að þeir einstaklingar sem hafa verið með lögheimili í sveitarfélaginu en flytja annað hafa geta sótt styrk til Borgarbyggðar, húsnæðisstuðning, en það er í rauninni verið að skýra þessar reglur frekar núna og svona skerpa á þeim að það sé það sé svona kannski ákveðið gólf í því hve lengi viðkomandi hafi búið hér áður en þangað til hann geti sótt slíkan styrk. Áttundi liður þjónusta við aldraða. Þar var farið við stöðun á starfsemi framundan. Við fórum yfir dagskrá vetrarstarfsins á Borgarbraut og kannski hafa einhverjir fengið og séð það dreifibréf sem hefur verið sent á all heimili í Borgarbyggð með dagskrána sem framundan og ég vil bara hvetja líka aðstandendur eldri borgara að benda eldri borgurum á það tómstundastarf sem er í boði á sveitarfélaginu. Það verður bara að segjast að þetta er kannski sá hópur sem er oft snúið að koma upplýsingum til, eru kannski ekki eins virkir á net og samfélagsmiðlum eins og aðrir, en það er bara mjög fín dagskrá sem hefur verið lögð fram varðandi það félagsstarfi á Borgarbrautinni. Níundi liður, þá var farið yfir stefnu í málefnum fatlaðra. Þetta er í rauninni, það var byrjað að vinna þessa stefnu mótun og segja að fyrir COVID og hún kannski lenti í smá svona frosti hvað það varðar og það er verið að fara af stað með þessa vinnu aftur, þessa stefnumótun í málefnum fatlaðra. Fyrsta skrefið í þeirri vinnu var að hluti af nefndinni fóru heimsótt til búsetuþjónustu á Ölduna til þess að kynna sér starfsemina, sem var mjög ánægjulegar heimsóknir og gott að koma og hitta á starfsfólk. 10. dagskrárliður og síðasti á þessum fundi var heitið verkefni og skipulagi félagsþjónustu og barnavernd og þar var í rauninni verið að kynna starfsemina fyrir nefndinni ítarlegra.
starfsemi félagsþjónustu og barnaverndar og þetta náttúrulega stór málaflokkur sem að nefndin þarf að koma sér inn í, þannig að það var farið svona ítarlega yfir þessi verkefni og þjónustusvæði og þann mannauð sem við höfum að geyma á því sviði sem starfar á fjölskyldusviði. En það var ekki fleira tekið fyrir á þessum fundi, 40. og 3. fundi en ég svara fyrirspurnum, það er svo önnur fundargerð. Takk. Já, takk fyrir það Guðveig. Eru einhverjar fyrirspurnir varðandi þessa fundargerð velferðarnefndar nr. 129? Svo ekki, þá ætla ég að biðja Guðveig Eyglóardóttur að fara yfir fundargerð velferðarnefndar nr. 130. Já, forseti og fundarmenn, takk fyrir það. Það er fundur nr. 130 hjá velferðarnefnd, allir styttri heldur en sá sem ég fór yfir hér áður og látum okkur sjá. Það var fyrsti liður venju samkvæmt, það var trúnaðarbók. Annar liður á dagskrá ber heiti jafnréttisáætlun en það er þannig að velferðarnefnd í rauninni ber ábyrgð á því að jafnréttisáætlun sé framfylgt og nefndin fer með málefni jafna stöðu og jafnan rétt kynja innan sveitarfélagsins og er ráðgefandi fyrir sveitarstjórn í málefnum jafnrétti kynjanna. Okkur ber að leggja fram áætlun innan árs frá því að ný sveitarstjórn tekur við og í rauninni var þarna verið bara að fara yfir upp á þessari vinnu við endurskoðun og hún mun svo koma aftur inn í nefndina þegar hún hefur verið full unnin. Þriðji liður það ber heiti reglur fjárhagsaðstoð og það í rauninni kannski, við erum búin að samþykkja þennan dagskrárlið fyrr í dag varðandi tillögur að breytingum á fjárhagsaðstoð og ég tel ekki kannski ástæðu til þess að fara ítarlega í þetta bara helgast af því að það eru mjög margar og mismunandi umsóknir sem koma inn og það verið að aðlaga regluverkið okkar svolítið að þannig að starfsmenn sviðsins geti brugðist við þeim. Fjórði liður ber heiti samþætting þjónustu við aldraða en það liggur fyrir að félags- og vinnumarkaðsráðherra og heilbrigðisráðherra hafa skipað verkefnastjórnun heildarskoðun á þjónustu við eldra fólk og við höfum verið boðuð á fund til kynningar á þessu. Við leggjum náttúrulega höfuðáherslu á að heilsugæslan sé þáttakandi í þessari vinnu með okkur. Þetta bara, held ég, eins og við þekkjum öll, þetta bara framtíðin að samþætta þessi þjónustu við eldra fólk en frekar til þess að auka lífsgæði þessa hóps. Ég ætlaði nú að reyna að segja ykkur hvenær þessi fundur væri, mér minnir hans 30. október, samt þóra ekki svarið það, en mér minnir það. 5. dagskrárliður Aldan framtíðarsýn starfshópur. Það liggur fyrir að Vinnueftirlitið hefur úrskurðað að dósatalningarvélin okkar sem hefur verið notkun í dósamóttökunni í Brákari sé ekki notað nema með ákveðnum öryggisuppfærslum. Nefndin ræddi í rauninni í þessu samhengi þótt að engin ákvörðun hafi verið tekin slíkt hvort að þetta væri í dag heppilegt að sveitarfélagið væri með þessa starfsemi. Í dag það þannig að það eru 56 móttökustöðvar land allt sem að taka á móti dósum en það aðeins 3 eftir sem eru verndaðir vinnustaðir fyrir fatlaða og það í Borgarnesi, Akranesi og Vestmannaeyjum. Og það kannski segir okkur í rauninni svolítið mikið að við erum bara eitt af 3 sveitarfélögum sem eftir. Við vitum að
það var sko 1994 sem að þetta hófst og þá fögnuðu því að allir að það væri komið eitthvað úrræði fyrir fatlað fólk til þess að fara út á vinnumarkað, en sem betur fyrir hefur þetta bara þróast mjög mikið frá þeim tíma og starfsmöguleikarnir eru orðnir miklu fleiri og það má ekki gleyma því að tilgangurinn með þessu hann í rauninni náttúrulega að koma í veg fyrir einangrun og efla félagslega virkni og þá má spyrja sig hvort að það starfi dósamóttökuna sé kannski heppilegast þegar við höfum aðra möguleika. Þannig að það var allavega bara svo ég upplýsi það hér að það var svona tónninn í nefndinni að við ættum kannski að bara huga því að hverfa frá því að Borgarbyggð héldi utan dósamóttökuna og fela öðrum aðilum að taka hana að sér í framtíðinni. En ég tek það fram að engin ákvörðun hefur tekið þetta að svo stöddu. 7. liður heitir stefna í málefnum fatlaðra, en það unnið að, svo áður sagði, í stefnum í málefnum fatlaðra og við erum í rauninni komið með svona verkáætlun þar að lútandi og það verður vonandi hægt að kynna þessa stefnu í mars 2023 og þá er búið að hafa samband við og svona fá alla hlutaðeigandi aðila borðinu til þess að vinna þessa stefnu með okkur. 7. lið var frestað þar sem að það var orðið það fámennt á fundinum þegar var komið að þessum dagskrárlið að hún þurfti að fresta hreinlega vegna vanhæfisreglna. Það voru bara 2 nefndarmenn eftir á þessum tímapunkti. En það var ekki fleira, ég svara fúl spurningum. Já, ágæta sveitarstjórn, takk fyrir þetta Guðveig. Er einhverjar spurningar varðandi þessa fundargerð velferðarnefndar nr. 130? Voru að koma hingað. Gjörðu svo vel, Bjarni. Forseti og sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Mér langar bara aðeins að taka undir með Guðveigu þessa varðandi fjölbreyttari starfsmöguleika fyrir fólk með skerta starfsgetu og langar bara svolítið að senda áskorun út í samfélagið. Þau eru mjög fær mjög margt og sum eru með mjög mismunandi stuðningsþarfir en bara að fyrirtæki horfa eins á sína starfsemi og sjáu hvort það sé ekki eitthvað sem að þau geta lagt af mörkunum til að stuðla að því að við getum boðið upp á fleiri starfsmöguleika en eru nú til staðar. Þannig bara, takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bjarni. Eru fleiri sem kveða sér hljóðs? Svo er ekki. Þá ætla ég að fela Guðveig Eyglóardóttur aftur fundarstjórnina. Takk fyrir. Takk fyrir það, Davíð Sigurðsson. Þá eru komin að 45. lið og það fundargerð fræðslunefndar Borgarbyggðar frá fundinum 211 og ég bið Eðvar Ólaf Traustason formann nefndarinnar að fara yfir dagskránna. Forseti, ágæta sveitarstjórn, takk fyrir það. Kemur fyrir undir lið nr. 45 og að fara yfir 211. fundargerð fræðslunefndar Borgarbyggðar. Þetta var nú smá maraþonfundur í tíma, enda fólk að hittast í fyrsta sinn og fyrsta mál á dagskrá var að fara yfir áheyrnarfulltrúana og hlutverk þeirra í nefndinni ásamt því að fólk á fundinum kynnti sig, þar sem margir voru að hittast bara í fyrsta sinn hreinlega. Og að því loknu var farið í lið nr. 2 sem var skólastefnan sem var samþykkt hérna fyrir á fundinum og kannski ekki mikil ástæða að fara dýpra ofan í hana nema mér finnst rétt að þessum tímapunkti að þakka fráfarandi fræðslunefnd
og Ingvari Sigurgeirssyni fyrir hans framlag þessari vinnu sem að klárlega eins og Lilja benti á hér áðan virkilega virðist vera vönduð vinna og okkur hlakkar til að vinna áfram með Ingvari í þessari mótun sem að við gerum ráð fyrir að eigi að vera tilbúin fyrir jólafrí. Síðan var farið í lið númer 3 sem handbók skólaþjónustu og Hlöðver sviðsstjóri fjölskyldusviðs kynnti handbókina fyrir okkur og þar eru svona helstu áherslur í skólaþjónustunni, vinnubrögð og þær breytingar sem tengjast innleiðingu farsældarlaganna sem að þetta byggir nú í raun og veru á stóran hátt á. Og á þess ég ætli kannski að rekja þessa skýrslu eitthvað, þá kannski alltaf að fara yfir markmið skólaþjónusturinnar. Það snýst það að sinna forvörnum og stuðla að farsæld nemenda, bregðast við vanda þegar hann kemur upp og reyna að gera það með snemmtækri íhlutun. Og markmiðið þá náttúrulega að nemendur fái þá kennslu og stuðning við hæfi og án aðgreiningar. Þá að styðja á fjölbreyttan hátt við starfsemi og starfshætti leik- og grunnskóla og einnig náttúrulega starfsfólk og veita einnig stuðning til foreldra með ráðgjöf og fræðslu. Við þurfum einnig að taka tillit til þeirra sem að þurfa á túlkþjónustu að halda og einnig verður stuðlað að góðum samskiptum á milli leik, grunnskóla og menntaskóla. En hlutverk skólaþjónustunnar einnig að styðja við starfsfólk og foreldra og að sjálfsögðu þannig inni stuðningur vegna forvarnastarfs og einnig bara eftirfylgni og mat á árangri við þessa þjónustu. Lið númer 4 var samningur við Tröppu talþjálfun. Við höfum nú tekið það fyrir einnig á þessum fundi og þannig að ég ætla nú að skipa yfir það. Og lið númer 5 var innra mat grunnskóla á svæðinu 2021-2022 og Helga Jensína Svavarsdóttir og Júlía Guðjónsdóttir kynntu niðurstöðurnar úr innra matinu og kannski rétt að benda bara að það hægt að nálgast þessar skýrslur inn á heimasíðum skólana. Ársskýrslur grunn- og leikskóla voru einnig lagðar til. Það reyndar voru ekki allar skýrslur tilbúnar og þær verða þá væntanlega teknar fyrir á næsta fundi nefndarinnar. Lið númer 7 var starfsemi Óðals. Gaman að segja frá því að Óðal hefur loksins fengið myndarlega andlitslyftingu og ég verð að segja að það hefur bara tekist ansi vel til við það. Og Sigurður Dóra Sigurgeirsdóttir, verkefnastjóri í tómstundamálum, kom til fundarins og ræddi stöðuna við okkur og það sem sagt fyrirhuguð breyting á starfshlutun og það starf hefur verið auglýst að forstöðum að vera ráðin til starfa tímabundið í 80% starfshlutfall. Það ekki búið að ráða en það einhverjar umsóknir komnar inn og það bara vonandi að það ferli klárist sem fyrst. Þetta tilraunaverkefni og á þessu fjárhagsári ekki gert ráð fyrir að þetta hafi í raun og veru kostnaðar auka í för með sér. 8. liður, landsfundur jafnréttismál sveitarfélaga. Þessi fundur nú búinn, var haldinn á Akureyri. Þar var bara farið yfir skyldur og þessar sveitarfélaga bæði í jafnréttismálum og bara við íbúa sveitarfélaga og svolítið benda það hjá okkur þar sem við erum með íbúana í nálægð og þess þríþætta hlutverk sem að við erum sem stjórnvald að við erum náttúrulega vinnuveitandi, þjónustu veitandi og stjórnvald, þannig að við ættum að vera í góðri stöðu til þess að uppfylla þessar skyldur. Þannig að þetta var bara fín kynning á þessu. Kannski rétt að benda það að það í jafnréttis áætluninni kemur fram að sveitarstjórnir skulu
leggja fram til samþykktar tillögur í þessum jafnréttismálum til 4 ára og tímarammin í því að það má ekki gera síðar en 1 ár eftir að kosningum lauk. Að lokum og síðasta mál á þessum fundi var baráttudagur gegn einelti 8. nóvember næstkomandi. Það verður bara að segjast að nefndin hefur ákveðnar eða bara miklar áhyggjur af þessum málum í sveitarfélögunum hjá okkur og við höfum nú þegar kallað eftir gögnum varðandi það hversu eineltisáætlunin hefur oft verið virkjuð í grunnskólum sveitarfélagsins. Það er 1 skóli búinn að skila niðurstöðum og vonandi að fyrir næsta fund að við verðum búin að fá þá frá hinum. En annað var ekki gert og fundi slitið klukkan 17:07 og ég er tilbúin að svara spurningum ef ykkur eru. Takk fyrir góða yfirferð. Það var Ólafur og ég gef orðið laust þessa fundagerð. Brynja Þorsteinsdóttir, gjörðu svo vel. Sveitarstjórnarfólk og aðrir áheyrendur. Ég ætlaði bara að koma eina fyrirspurn undir þessum lið til formanns fræðslunefndar. Hvernig stendur á því að bara einn fundur hefur haldinn allt kjörtímabilið í fræðslunefnd? Mér finnst þetta, ég lýsi yfir áhyggjum mínum af þessu. Þetta er mjög mikilvægur málaflokkur og ég vona að þetta sé eitthvað sem muni ekki halda áfram svona. Takk fyrir. Takk fyrir það. Eðvar, gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta, Brynja. Ég ætla bara að vera alveg hjartalega sammála þér með þetta. Þetta er eitthvað sem að mér finnst algjörlega ólíðandi og það eru náttúrulega ákveðnar annir hjá fulltrúum og öðrum sem að vinna á þessu sviði en að það skulle vera 1 fundur búinn að vera haldinn og við erum að fara dett inn í nóvember er náttúrulega bara mínum mati algjörlega óásættanlegt og það er vilji nefndarinnar og við höfum nú lagt inn til byggðarráðs meðal annars óskir það að geta fundað oftar vegna þess að bara svo ég tali reynt út þá er næstu fundur núna í næsta mánuði það liggur fyrir að út af einhverjum tímaramma á fundum hjá Borgarbyggð þá liggur fyrir að þarf að kötta einhver mál af og ýta þeim til hliðar og mér finnst það vinnubrögð sem að ég allan persónulega vil ekki stunda. Lilja Björk, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur, bara takk fyrir þessa athugasemd Brynja og fyrir svörin, Eddi, eða Eðvarð. Ég ætla nú bara að hvetja nefndina til að halda sig við mánaðarlegu fundatímana til að byrja með. Ástæðan fyrir því að örugglega komin hali af málum er vegna þess að fræðslunefnd hefur ekki fundað síðan á síðasta kjörtímabili og það er mjög kostnaðarsamt að bæta við aukafundum, hvort sem eru formlegir eða óformlegir ef það er fyrir launaða nefndasetu. Þannig að nú birtist hérna aurapúkin og byggðarráði og bara biðla til nefndarinnar að funda bara reglulega. Við breyttum því, ég held að hafi verið á síðasta kjörtímabili, þá fundum við á 3 vikna fresti við svona í staðan fyrir mánaðarfresti þegar það kom mikill kófur á málum og það dugði. Þannig að það er alveg hægt að halda tempói ef það er bara gætt að því að fundirnir fari fram með reglubundnum hætti. Takk. Takk fyrir það, Lilja. Davíð Sigurðsson, skal eftir að taka til máls. Forseti, ágæta sveitarstjórn.
Ég á að heita Aurabúk í byggðarráði líka en mér datt nú bara strax í hug, það hlýtur að vera orðið uppsafnaður sjóður sem ekki búið að nýta í fundarsetu, þannig að það hlýtur að vera óhætt að halda einhverja aukafundi þar sem aflíður þessu ári. Takk. Eðvar, við óska eftir að taka það máls, gjör svo vel. Forseti, ágæta sveitarstjórn. Ég tek undir þetta með þetta hjá Davíð, það hljóta að vera til einhverjar veirar ef þetta snýst það. Mér finnst bara óásættanlegt þegar við sem erum held ég öll nýja í þessari nefnd komum til starfa og það búið að vera kosningaár og málin þau stoppa ekki þó að þessi kosið, sko. Að það kúfur og þegar við erum að funda og það einhver tímanami upp á 2 klukkutíma og svo bara kötta af mál í framhaldinu, þá getum við aldrei komist áfram með þau mál sem þarf að afgreiða á þeim fundum. Og mér finnst það bara ekki eðlilega stjórnsýsla, þetta snýst ekki það hvort að við fáum eitthvað borga fyrir þetta, þetta snýst ekki það, þetta snýst það að geta afgreitt þessi mál sem fyrir liggja, þannig að þurfi ekki að fresta einhverjum málum heila mánuð. Mér finnst það ekki ásættanlegt. Takk fyrir. Orðið laust ennþá, Lilja Björk, gjör svo vel. Forseti, sveitarstjórn og aðrir áhrendur, bara svona til að árétta þá ég ekki að leggjast á móti því að fræðslunefnd fundi oftar og ef það eru fjárheimildir fyrir því þá mega að funda þess oft og þau vilja og telja sig þurfa. Það kemur náttúrulega sjálfkrafa einhver kúfur í öllum nefndum þegar það fari í sumarfrí, það segir sig sjálft og það kannski það sem líka að spila inn í þarna. Það eru líka áheyrnarfulltrúar á þessum fundum og eins og Eðvar kom inn á áðan, þá vorum við að breyta ákveðnum hlutum varðandi greiðslu fyrir setu á fundum og fundartíma til að reyna að bæta starfsskilyrði kjörinna fulltrúa. Mögulega líka að koma fram einhver birtingarmynd á því í fræðslunefnd af því þetta eru þyngri fundir að því leyti að þar eru margir áheyrnarfulltrúar. Umræðurnar verða oft meiri heldur en á lokuðu fastanefndafundunum. En ég held samt að við ættum að stíga varlega til jarðar því að þetta líka, það kostnaðarsamt að bæta við fundum og við verðum að gefa þessu aðeins lengri tíma því að það mjög óeðlilegt svona alla jafna að fræðslunefnd sé ekki búin að funda nema einu sinni síðan í maí. Þannig að mögulega þegar verður komin svona réttur dampur á fundina að þá munu þeir þá munu þetta ganga upp. En bara svo ég sé aðeins skýrar í því, við vorum svo að breyta starfsumhverfi sveitarstjórnarfulltrúa hér í Borgarbyggð þannig að við erum ekki lengur með langa fundi. Þeim slitið eftir tiltekinn tíma og það kannski það sem að Eðvar var líka að vísa til áðan að áður fyrr þá var bara tekið pása og svo bara haldið áfram og kláru málin. Nú ætlum við ekki að vinna þannig lengur og slíta frekar fundum og halda aukafundi. Þannig að við þurfum mögulega bara að gera ráð fyrir því í fjárhagsáætlun að þurfa að innleiða þetta nýja fyrirkomulag. Takk. Takk fyrir það. Sigrún Ólafsdóttir, gjör svo vel. Forseti, aðrir sveitarstjórnarmenn og áhorfendur. Ég vil bara þakka henni Brynju fyrir þessa ábendingu og taka undir hana. Það afar slæmt að fræðslunefnd sé bara búin að funda einu sinni og ég skynja það að það í raun og veru þörf á því að funda meira og það mörg brýn málefni sem að ég veit að ekki búið að afgreiða og það alveg tvennt sem ég vil velta upp. Annars vegar það að mér finnst það bara að þarf bara að höggva þessa hnúta og vinna upp þennan hala og eins líka að þá held ég ætti svona huga þeim skýringum af hverju það ekki búin að vera fleiri fundir. Ég held að sé svolítið þarft að við tökum aðeins til hjá okkur varðandi það að þetta gerist ekki, að það kom ekki fundarstopp og sérstaklega ekki svona mikilvæga nefnd. Þannig ég vil bara leggja áherslu á það. Takk fyrir. Orðið ennþá laust undir þessum dagskrárlið. Kannski bara fá bæta við hérna sem Lilja Björk nefndi að allavega minn skilningu var sá þegar var farið þá síðasta kjörtímabili að bæta starfsaðstæður kjörinna fulltrúa varðandi fundasetu að þá var kannski ekki einungis verið að miðað við að fundirnir yrðu aðeins 2 klukkustundir
heldur var kannski líka af því að það hefur verið þannig að það bara ein greiðsla fyrir fundin, að það var kannski frekar líka verið að ramma það inn hvað svo greiðsla miðaði við langan tíma. Þannig að það var kannski þannig að sumir fundir geta verið hálftími en annar fundur getur verið rúmir 3 klukkutímar en fulltrúi hefur verið að fá sömu þóknun fyrir fundina, þannig að ég allavega leit sem svo á að það væri í sjálfu sér líka hluti af þessu væri bara að skýra þann ramma sem væri verið að við sambandi við greiðsluna en kannski ekki endilega verið að koma í veg fyrir það að dagskrárliðir eru teknir fyrir eða fundir eru bara styttir. Þannig en ég allavega lít sem svo á að ef að það þarf að funda lengur að þá er fundurinn lengur en 2 klukkustundir en fulltrúum fær það bara borgað í samræmi við það. Og þá vil ég nefna bara í leiðinni að það er einfallega þannig að kjör sveitarstjórnarfulltrúa í Borgarbyggð eru undir lægri mörkum, berum okkur saman með önnur sveitarfélög, þannig að það er ekki þannig að það sé verið að borga fólki hér einhverju himinháar eða of mikla greiðslu fyrir sín störf í fastanefndum, bara svo það sé komið fram. En ef það er ekki fleiri sem kveða sér hljóðs undir þessari fundagerð þá telst hún framlögð og þá erum við komin að dagskrárlið nr. 46 sem er fundagerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar og mig langar eiginlega að biðja formann nefndarinnar Sigrúnu Ólafsdóttur að fara yfir, þetta eru 3 fundagerðir umhverfis- og landbúnaðarnefndar frá fundi 35, 36 og 37 og forseti mun svo í framhaldinu gefa orðið laust undir hverri fundagerð fyrir sig. Hann gerði svo vel, Sigrún. Forseti, góðir sveitarstjórnarmenn og aðrir áhorfendur. Ég ætla að byrja á því að renna hér yfir fund númer 35 í umhverfis- og landbúnaðarnefnd sem haldinn var 18. ágúst. Þar voru nokkur mál á dagskrá, verkefni vegna innleiðingar hringrásarkerfis. Það er málið sem við eyðum miklu púðri í núna. Þar í raun og veru voru lagðar fram gögn breytingar á framkvæmd úrgangsstjórnunar sem gefin hafa verið út samkvæmt minnisblaði. Umhverfis- og landbúnaðarnefnd leggur til að stefnt skuli að innleiðingu á 4 tunnukerfinu við heimili 1. janúar 2023, lögum hringrásarhagkerfi, fyrir liggja hugmyndir kostnað frá Íslenska gámafélaginu og þess má geta að fulltrúar frá Íslenska gámafélaginu þeir voru gestir á þessum fundi. Þetta mál er náttúrulega, það er svolítið síðan að þessi fundagerð var þarna, þannig að það er svona mikið vatn runnið til sjávar. En það er í raun og veru skemmst frá því að segja að þetta mál er enn til umræðu og vinnslu og mig langar að geta þess að fulltrúar nefndarinnar og starfsmaður sveitarfélagsins á þessu sviði sátu ráðstefnu núna á föstudaginn akkúrat þessi mál og sem að allir höfðu mikið gagn og gaman af og það var gott input í það sem að fyrir liggur. Annar liður var innleiðing heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna í íslenskum sveitarfélögum, stuðningskerfi og þetta var lagt fram til kynningar. Ársfundur náttúruverndarnefnda verður haldinn í nóvember og þangað fer deildarstjóri umhverfis- og framkvæmdamála fyrir okkar hönd. Þá var númer 4 erindi hundagerð á Hvanneyri, framleidd beiðni hundagerði. Númer 5 var ályktun frá Búnaðarfélagi Lundæla varðaði gámamál og grendarstöðar, eða svona kom umræðan út frá því og í raun og veru þetta mál sem verður unnið áfram núna þegar verður farið að vinna fjárhagsáætlun og taka þessi mál heildstætt yfir og í lokin var skýrsla umhverfis og framkvæmdamála fyrir ágúst lögð fram, það sem var svona samantekt á þeim málum sem við höfðum verið að vinna í eða forstöðumaður.
Þá það næst fundur númer 36. Þá það hérna númer 36. Allt að koma hérna. Og það var fundur sem var haldinn 8. september. Þar var einungis eitt mál á dagskrá sem var dýravelferðarmál og á þeim fundi voru þau mál sem höfðu verið hér að vera í sveitarfélaginu rædd og fulltrúar MAST komu til fundarins og fóru í verkferla og það var rætt í raun og veru með hvaða hætti MAST tæki á dýravelferðarmálum, sérstaklega þegar að koma upp alvarleg mál og hvernig að þau nálguðust þau og hvort að það veri eitthvað í ferlinu sem að þeir teldu að vantað upp á til þess að vera hægt að vinna þetta eins og þyrfti. Mér langar bara því þetta eru mál sem að liggja mér mikið á hjarta og nefndin hefur lagt sig fram að afla sér upplýsinga og fylgjast grannt með hvert að þróast. Nefndin telur ferlið eins og það hjá MAST í dag vera þungt í vöfum og telur mikilvægt að stjórnsýslan skoði verkferla sem stofnunin notar, einhver þegar að ræða alvarleg dýravelferðarmál sem oft lúta heilsu bæði dýra og manna. Það gríðarlegt hagsmunamál fyrir bændur að ímynd landbúnaðarins og sveitarfélagsins litist ekki einstökum málum sem rata í fjölmiðla. Nefndin fagnar fyrirhugaðri úttekt ríkisendurskoðunar á starfsemi stofnunarinnar og telur æskilegt að slík úttekt fari fram sem allra fyrst. Það skemmst frá því að segja að þetta í raun og veru vonandi komið í einhvern betri farveg, eða við vonum það allavega, því að þingi SSVAF sem haldið verið Stykkishólmi núna fyrir skemmstu, þá var þetta mál tekið fyrir og rætt og það alveg ljóst að þetta mál sem að menn vilja halda vakandi og fylgjast með að þetta sé í réttum farvegi. Þá það 37. fundur umhverfis- og landbúnaðarnefndar sem að haldinn var 22. september og þar voru dagskrárliðir skógur í Varmalandi, erindi frá hollvinasamtökum Varmalands og þar voru lögð fram uppfærð drög að samningi og hollvinafélag Varmalands og það var farið yfir í raun og veru þennan samning og þessu var endanlega vísað áfram þar sem að það voru svona ekki alveg öll mál komin til kurl komin til grafar en þetta allavega í farvegi og ánægjulegt þegar heimamenn vilja taka svona málefni í fangið. Þá það skemmtilegi liðurinn, það umhverfisviðurkenningar 2022 að það var farið yfir tilnefningar og það bárust þó nokkuð margar tilnefningar og í öllum flokkum. Þannig að það var bara skemmtileg heimavinna sem að nefndin fer í núna fyrir næsta fund og fundurinn sem að verður núna í október að hann verður nýttur til þess að skera úr hver hefur hlotið viðurkenningu hverjum flokki og þá munum við taka næsta skref það hvenær þær viðurkenningar verða afhentar. Þá það erindi hundagerð á Hvanneyri og það var tekið fyrir en afgreiðslu erindis var frestað þar sem að afstaða landeiganda liggur ekki fyrir. Þannig að það svona aðeins í smá bið en vonandi verður leystur í næsta fund. Og þá það sofnun brotajárns og það í raun og veru var farið yfir svona það sem að okkur fannst hafi gengið vel á síðasta ári þegar það farið í þetta átak og eins farið að undirbúa það hvernig þetta verið gert núna og við breyttum aðeins dagsetningum. Þannig að þessu var seinkað örlítið, þannig að bændur gætu verið komin lengri haustverkunum að þeir fara að taka til. Og þetta hefur verið auglýst á heimasíðu sveitarfélagsins og bindum vonir við að þetta verði til verulegs gagns og prýði í dreifbýlinu. Þá það verkefni vegna innleiðar hringrásarkerfisins að þar voru lagðar fram upplýsingar stöðu verkefnisins, þannig að það heldur áfram. 7. liður á þessu fundi var fyrirkomulag snjómoksturs og þar var niðurstaðan eftir langar og miklar umræður
Þá var niðurstaðan þannig: Umhverfis- og landbúnaðarnefnd leggur til að gerðar verði breytingar á fyrirkomulagi snjómoksturs í dreifbýli. Nefndin felur deildarstjóra að vinna málið áfram í samræmi við umræður á fundinum. Þessi liður tók einna lengstan tíma á fundinum og við virkilega viljum reyna að gera þetta vel og leggja fram tillögur sem í raun og veru eru til gagns fyrir þá sem að þurfa á þessari þjónustu að halda, en jafnframt ítrekum við mikilvægi þess að halda í spottanum varðandi kostnaði. Við vitum að það er auðvelt að moka snjó fyrir mikla peninga á þess að og það er komið í miklar upphæðir áður við vitum. En þetta þarf fyrst og fremst þannig að vera þannig að þetta sé nýtast sem þjónusta fyrir þá sem að þurfa. Og það er mikilvægt að við gleymum því ekki að sveitarfélagið er ekki bara þéttbýlið, það er dreifbýlið líka og við megum ekki skerða þjónustu þar á kostnað þess að fólk geti valið sér búsetu til þess að stunda vinnu og skóla. Nú að lokum að þá var bara yfirferð starfsmannsins deild umhverfis- og framkvæmdamála fyrir september og það er alltaf ítarlegar og góðar skýrslur hjá starfsmanni og það var ekki fleira tekið fyrir á þessum fundi. Þannig að þá er ég komið með þessa 3. Takk fyrir. Takk fyrir þessa góðu yfirferð, Sigrún Ólafsdóttir. Þá gef ég orðið laust fyrst undir fundargerð nefndarinnar frá fundi númer 35. Lilja Björk, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Ég ætla nú ekki að lengja fundinn mikið og er ekki að taka til máls undir bara þessari fundargerð, en mér langaði bara svona að koma á framfæri bara hrósi til þessara nefndar. Mér finnst það hafa verið haldið vel utan um mál, það hafi verið fylgt vel eftir málin sem var verið að vinna þrátt fyrir að hafi komið inn kosningar og heyri út undan allan á mínu fólki að sem mjög gott samstarf í þessari nefnd. Takk fyrir það og orðið er ennþá laust undir fundargerð númer 35, umhverfis- og landbúnaðarnefnd. Já, Sigrún, gjörðu svo vel. Forseti, góðir sveitarstjórnarmenn, ég ætla nú ekki að lengja fundin heldur. Ég vil bara þakka kærlega fyrir og mér langar einmitt bara í framhald af þessu að hrósa mínum nefndarmönnum í þessari nefnd, því að við höfum nú fengið málaðins í fangi svona sem er ekkert kannski það sem við endilega viljum leggja okkur fram en það hefur verið hreint frábært að vinna með þessu fólki og allir lagst á árarnar að leggja sig fram og gera vel og ég vil þakka fyrir það. Ánægilegt að heyra. Ég held að við séum nú bara heppin með skipan í alla nefndir hjá okkur. Það sé ótt að segja það. En orðið er ennþá laust undir fundargerð númer 35 og ef það er ekki fleiri sem kveða sér hljóðs þá telst hún framlögð og þá gef ég orðið laust undir fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar fundi númer 36. Einhver sem vill kveða sér hljóðs. Það er engin og þá telst hún framlögð og að síðustu þá gef ég orðið laust undir fundargerð númer 37 hjá umhverfis- og landbúnaðarnefnd. Það er engin sem kveður sér hljóðs og þá telst hún framlögð. Þá þakka ég bara Sigrúnu Ólafsdóttur formanni umhverfis- og landbúnaðarnefndar fyrir og þá koma dagskrárlið númer 49 sem er fundargerð skipulags- og byggingarnefndar Borgarbyggðar frá fundi númer 45 sem við höfum nú farið yfir marga liði hér í dag en ég gef formanni nefndarinnar Davíð Sigurðssyni orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta sveitarstjórn. Við fórum, þetta var fundargerð í 29 liðum. Ég ætla nú að leyfa mér að sleppa því að fara yfir fyrstu 24 liðina þar sem það er búið að afgreiða þá alla hér fyrir á þessum fundi. En 25. liður á dagskrá var gjaldskrá skipulags- og byggingardeildar sem við vissilega erum búin að fara yfir og verður vísað aftur til nefndarinnar. 27. liður var umbótavinna í skipulags- og byggingardeild. Þar fór sviðsstjóri yfir þá umbótavinnu sem hefur átt sér stað eftir breytingar á skipuriti sveitarfélagsins og nefndin er, held ég,
var öll sammála það að það búið að vera mikið bragarbót á þessum skipuritsbreytingum og virtist ekki vera neinu vanþörf á þessari innspýtingu sem átti sér stað inn á sviðið, eða inn á þessa deild. 27. liður var það var farið yfir drög að fjárhagsáætlun fyrir skipulags- og byggingadeild Borgarbyggðar og drögin voru þarna lagð fram og aðeins rædd. 28. liður var lagð fram 200. afgreiðslufundur byggingafulltrúa og 29. liður var 201. afgreiðslufundur byggingafulltrúa lagður fram líka. Takk fyrir. Takk fyrir það. Ég gerir ráð fyrir að formaður vafalaust svari spurningum alla dagskrárliði þótt hann hafi farið aðeins yfir það sem var ekki afgreitt formlega fyrr á fundinum og ég gef orðið laust undir þessari fundargerð skipulags- og byggingarnefndar. Og það enginn sem kveður sig hljóðs og þá telst sú fundargerð framlagð og þá það síðasti dagskrárliður en ekki sístur, það fundargerð atvinnumarkaðs- og menningarmálanefndar, fundur númer 39 í nefndinni og þá bið formann nefndarinnar Evu Margrét Jónadóttur gjörðu svo vel fara við dagskrárna. Forseti, sveitarstjórn, aðrir fundarmenn og áheyrendur. Við erum hér undir lið 50 sem jafnframt síðasti liðurinn á dagskránni í dag með leyfi forseta. Þá langar mig að lesa upp samantekt af atvinnumarkaðs- og menningarmálanefndarfundi nr. 39 sem var haldinn þann 4. október. Samskiptastjóri byrjaði fundinn á því að fara yfir þau mál sem á döfinni og af þeim verkefnum sem til meðferðar hjá samskiptastjóra ber kannski helst að nefna fjárhagsáætlun en hún þó nokkuð mikil vinna ár hvert. Hönnun á nýrri heimasíðu á lokametrunum en síðan tekum við vinna við að útbúa tilboðsgögn og bjóða verkið út. Menningarsjóðurinn úthlutaði styrkjum í þar síðustu viku og það gaman að sjá hversu fjölbreytt þau verkefni voru. Annars byrjað að huga að aðventuhátíðinni sem verður jafn glæsileg undanfarin ár ef ekki bara betri. Fundurinn fór meira og minna í umræður starfs- og fjárhagsáætlun þar sem framlögð voru drög að áætlun nefndarinnar fyrir árið 2023. Þar með talin fjárhagsáætlun fyrir hátíðarhöld, fyrir menningarsjóð Borgarbyggðar, Safnahús Borgarbyggðar, Hjálmaklett og félagsheimilin en Þórunn Kjartansdóttir forstöðumaður menningarmála mætti til fundar undir þeim lið. Starfsáætlun fyrir málaflokka nefndarinnar árið 2023 inniheldur ýmis spennandi, metnaðarfull og flott verkefni. Lögð verður áhersla á stafræna þróun í þjónustuveitingu sveitarfélagsins með því að halda áfram því samstarfi við Samband íslenskra sveitarfélaga með nýrri heimasíðu sveitarfélagsins sem verður til þess fallin að auka til muna þjónustustig við upplýsingagjöf til íbúa og annarra viðskiptavina. Nefndin ætlar einnig að leggja grunn að upplýsingapakka fyrir nýja íbúa sveitarfélaginu og halda áfram að vekja athygli á kostum sveitarfélagsins með markvissum auglýsingarherferðum með nýju kynningarefni og stuðla að aukningu í viðburðarhaldi og skoða innkomuna í Borgarbyggð. Það að mögulega setja upp skilti við innkomu í sveitarfélagið eða skilti við þéttbýliskjarna. Þá stendur einnig til að láta útbúa atvinnumálastefnu og stefnumótun í stafrænni þróun. Í fjárhagsáætlun fyrir menningarmál verður lögð áhersla á að fara í innviðaendurnýjun á innanstokksmunum, auka viðburðahald til að auka hlutverk safnsins í daglegu lífi fólks og standsetja fyrstu hæðina í húsinu til að koma upp nýrri sýningu. Einnig þarf að fara í markvissa vinnu við gerð stefnumótunar fyrir öll söfnin í samræmi við skýrslu framtíðarskipan Safnahúss. Föst hátíðarhöld verða á sínum stað ásamt nýjungum en nefndin lagði til að fræðslunefndin myndi kanna möguleika á að hafa allar íþróttamiðstöðvar Borgarbyggðar opnar á 17. júní árið 2023 en tíðkast hefur að sundlaugin í Borgarnesi sé lokuð á þessum degi en sundlaugarnar á Varmalandi og Kleppjárnsreykjum opnar. Að lokum var framlagt erindi slökkviliðsstjóra Borgarbyggðar vegna 100 ára afmæli slökkviliðsins á næsta ári en nefndin tók jákvætt í erindið og fól samskiptastjóra að boða slökkviliðsstjóra á næsta fund nefndarinnar og ræða hvernig eigi að minnast þessara tímamóta á komandi ári. Fleira var ekki gert á þessum fundi. Takk fyrir.
Takk fyrir góða yfirferð, Eva Margrét. Ég gef orðið laust undir þessari fundargerð. Og það er engin sem hvað sem hljóðast, þá telst hún framlögð og þá er dagskrá fundarins tæmd. Ég þakka sveitarstjórnarfulltrúum fyrir góðar málefnalegar umræður. Svona til upplýsinga, ástæðan fyrir því að við erum hér í dag en ekki á morgun, en svo að sveitarstjórnarfulltrúar og Borgarbyggð stefna á höfuðborg lýðveldisins á morgun á fjármálaráðstefnu sveitarfélaga. Þar munum við hitta sveitarstjórnarfulltrúa á öllu landinu og ræða fjármál sveitarfélaga, og þetta eru yfirleitt mjög svona gagnlegar og góðar umræður og upplýsandi sem eiga sér stað. Þannig að við komum vel næstuð inn í fjárhagsáætlanagerðina vonandi eftir þessa 2 daga. En ég þakka líka starfsmönnum fundarins fyrir sín störf og góðan undirbúning á fundi og segi bara takk fyrir það smá hlýtu.